Og ég bið ykkur að taka sæti. Það er mjög mikið ánægja að bjóða ykkur velkomin þetta málþing okkar hérna í dag sjókonur. Ég að bjóða velkomin fyrir hönd nýstofnans félags hérna á Stokkseyri sem við afskaplega ánægja með. Það heitir 825 þorpara og án þeirra verðum við vantilega ekkert stödd hér. Þetta félag var til síðastliðinn vetur. Það hófust fullt af skemmtilegum umræðum ýmis málefni aðallega menningu og ferðaþjónustu hérna. Og ég var svo lánsum að vera kölluð til aðeins að hjálpa áhugasömum heimamönnum að gera eitthvað meira helst en bara láta sér dreyma. Og úr því var stofnun þessa félags og fyrsta verkefni sem félagi tók sig fyrir hendi og leysti fyrir minn smekk bara með glæsi bragð. Það var að gefa út kort í Stokkseyri sem liggur líka frammi, þannig þeir sem hafi kannski ekki séð það með gætna að taka eintak. Og öllu þessum fundum það stóð alltaf eitt efst uppi, það var Þuríður formaður, sem bara hetja þorpsins, svæðisins og okkur fannst tilvalið að byrja þá á því að gera eitthvað meira með þetta efni líka í ljósi þess að hérna Þuríðarbúð, hérna Þuríðargarður, hérna eru alls konar heimildir og það aldrei að vita umræðina alltaf fyrst og svo vitum við ekki hvert þetta mun leiða okkur og við sjáum fyrir okkur að hérna í þessum stað, í þessu þorpi, í þessu samfélagi gæti Þuríður kannski átt enn stærra pláss í framtíðinni með einhverju sem við vitum ekki enn. Við viljum ekki hafa það lengra, en þetta bara vona að við erum ánægðar sameiginlega stund hérna í eftirmiðdaginn og ætla að biðja Söndrudís Hafþórsdóttur og bæjarstjórn í Árborg að taka við og leiða okkur svona í gegnum prógramm. Góða skemmtun. Takk fyrir Dóra. Ég ykkur að hjartanlega velkomin á þetta málþing sem partur af menningarmánuðinum október hér í Árborg. Það er mjög mikið heiður að fá að vera hérna og fá að stýra þessu. Við erum með langa og stranga dagskrá framundan. En áður en að við göngum til dagskrár þá langar mig fyrir hönd sveitarfélagsins að biðja einhvern frá nýstofnaða félagi þorpara að koma hér og taka við blómvendi sem svona þakklætisvott fyrir að standa að undirbúningi þessa þings og allri vinnunni í kringum það. Þetta er gríðarlega metnaðarfull dagskrá og skemmtilegu viðburður, þannig að við viljum gjarnan veita smá þakklætisvott fyrir það. Komdu bara að það var þetta ekki? Ég veit það. Á dagskrá eru þrír fyrirlesarar. Fyrst á dagskránni er Dr. Margrét Elísabeth Wilson sem ætlar að flytja okkur erindið sjósókn íslenskra kvenna í nútíð og fortíð. Að loknu erindi hennar þá verða umræður og fyrirspurnir. Þar á eftir ætlum við svo að gera stutt hlé þar sem verða kaffiveitingar til sölu og munir tengdir Þuríði formanni verða til sýnis hérna í kaffisölunni. Sigurbjörg Árnadóttir sem formaður Vitafélagsins og Nordisk Kultúr ætlar svo að flytja erindið og kynna fyrir okkur Vitafélagið. Og á eftir henni kemur Inga Fanný Egilsdóttir stýrimaður með erindi sjókona nútímans. Og í rétt í lokin ætlum við svo að hafa pallborðsumræður sem ég vona að vera góð þáttaka í. Og svo ætlar Dóra að slíta ráðstefnunni áður en við förum út í Þuríðarbúð og afhjúpum það skilti í lok dagskrár. En eins og ég sagði, þá fyrst á dagskrá Dr. Margrét Elísabeth Wilson. Hún er mannfræðingur og dósent í mannfræði og kanadafræðum. Hún ólst upp í fiskveiðisamfélagi í Oregon í Bandaríkjunum og stundaði sjálf sjómennsku á yngri árum, meðal annars við strendur Ástralíu. Áhugi hennar á sjósókn íslenskra kvenna kviknaði fyrst fyrir það bil 13 árum þegar hún dvaldi hér á Íslandi og tók þá sérstaklega ástfóstri við sögu Þuríðar Einarsdóttur formanns. Hún hefur sérst undanfarið ár safnað heimildum sjósókn íslenskra kvenna frá upphafi byggðar til dagsins í dag og er að gefa bók Þuríði sem væntanlega með skilst.
Og það var opnuð sýning í Sjóminjasafni Reykjavíkur sem byggir mjög á rannsóknum Dr. Wilsons þann 5. júní 2015. Fyrirlesturinn á ensku og við vorum að hugsa hvort það þyrfti að vera þýðandi eða hvort að fólk hér væri almennt enskumælandi. Ekki viðbröð við því. Já, eru margir sem skilja ekki ensku. Kannski við ykkur rétti bara pönd eða hvort við, já. Já. Það getur kannski verið með lefnir svona vorkinn, já. Það var svona já, akkurat. Hún mun semst flytja fyrirlesturinn á ensku og það verður svona smá útdráttur á nokkrum velvöldum stöðum á meðan á erindinu stendur. Ég ætla bara rétt áður en að hún kemur hingað að ykkur að athuga sér slökkt á símanum. Það mjög mikilvægt að hérna þessi ekki truflun af þeir. En þá vil ég bara byrja Dr. Margrét Elísabeth Wilson að gera svo vel. Bless it. This is so wrong. Can you hear me? It's okay. Fyrirgefðu, ég tala bara smá íslensku. So unfortunately, I'm going to have to give this in English, and I apologize. But Augusta will be here to translate for everybody, and to make it more understandable for everybody. Yeah. I just want to say, first of all, that I'm incredibly honored to have been asked to talk here. When I heard about what Stokksøri was doing, coming together around Þórðarflómafjörð, and this project that everybody's thinking about, and has come to this gathering now, it means a huge amount to me as well. And I feel honored to have been the person to speak here. Ég tala bara í fyrstu persónu eins og hún. Það er mér heiður að koma fram hérna og þegar ég heyrði allt sem við erum að gera hér, að þá bara snerti það mig og það er mikið heiður að taka þátt í þessu. One thing is that, as you now know, is I've been researching the Sea Women of Iceland for several years now. And it all started, this whole research that I've been doing started here in Stokksøri at the Þórðarbúðin. And with my friend Augusta, who's doing the translating. When I first came to Iceland in 2000, just to visit her, being a good host, she took me here to Stokksøri to show me around Iceland, and we came across Þórðar's winter fishing hut. She read to me the Icelandic, and I said, what? There was a female fishing captain here in the 17 and 1800s who was this incredible. And since I had fished myself and worked at sea, I thought, who else? What other sea women are here? And that was the impetus for this entire project that grew to be very large. Það var einmitt hér sem rannsóknir mínar hófust á sjósókn íslenskra kvenna þegar ég var að heimsækja vinkonu mína Ágústu, og hún fór og sýndi mér Þuríðarbúð, og þegar hún sagði mér hvað stóð á skiltinu þá sagði ég bara, hvað? Var kona sem var frægur formaður og á 18. og 19. aldar, og þetta var upphæðið af rannsóknum mínum, voru fleiri konur sem voru hér til sjós. I'm going to start, first of all, by saying that I found, after much research, that Iceland has had thousands of sea women from medieval times, settlement times, through to the present. Quite surprising. It was surprising to me as I discovered it as I went along with the people who were working with me. I didn't do this alone.
if you look, since the 1900s, I'm going to start with that and go back then to Thorur and earlier women. And I'm going to focus just on the Stokkseyri area, I think, because that's what the concern is here. But since the 1900s, women started coming mainly in the 1930s. In the 40s, you were having women becoming to be engineers. There were women as cooks, there was women as deckhands. The numbers started to increase through World War II. In the 1970s, you had a huge increase of women. And I would say that likely, although I don't have statistics until the 1990s, but it was probably more than 10% of the fishing fleet, starting from the 1970s. In 1999, we know it was 13%, and it had averaged through the 90s into the early 2000s at about 10% of the large vessel fishing fleet. The smaller inshore boats, we can't have records until 2011. Já, þegar þessar rannsóknir fóru af stað, sem ég gerði að sjálfsögðu engan veginn heldur með hjálp margra annarra, þá komumst við að því að það hefur verið þúsundir kvenna á sjó á Íslandi. Og þetta kom okkur gjörsamlega á óvart. Ég mun byrja að tala 20. öldina og færa síðan aftur í tímann. Nú ég ekki sem ég nái alveg öllu, en svona á kringum stríðsárin fóru konur að fara á sjó sem vélstjórar, matsveinar, hásetar og síðan á 8. áratugnum var mikil aukning í konum fjölda kvenna á sjó. Við höfum ekki almennilega tölfræði fyrir en á 10. áratugnum en það kemur mér ekki óvart að það hefur verið meira en 10% sjómanna hefur verið konur allt frá því á 8. áratugnum. Og It was 10% through the 1990s, 13% in 1999. Já, 13% árið 1999. This is quite remarkable. I've now interviewed with my wonderful field assistant, Birna Gunnlaugsdóttir, who went around the country with me, about 200 women, and I have names of hundreds more. It had to stop at some point. But I just have a couple photographs. Do you want to just go through just of the more? This is Lina. She's worked for 30 years at sea, and she does innovation, or she does inspection. She became qualified as an inspector, and then just go through the other two. And then here are Vigdis and Birgit. Did they come? They're thinking of coming. They're two seawomen who worked in the 1990s. And here's just a couple of shots of them working on the classic boats that many of you will know. Go ahead, I think there's one more. Go ahead, let's see. Oh no, go ahead, go back to this. Go back one. Yeah. And this is Ragnhildur. She's working now on Vestmannaeyjar, and she qualified in the early 2000s as a large vessel skipper. And here she is working as the first officer. With her husband was working as the deckhand. She said it worked very well. He didn't do what she told him to do on the boat at all. He said he did that at home all the time and he didn't need to do it on the boat. She said it was fine because he was such a competent seaman, she didn't tell him anything anyway. Já, þetta merkileg saga og ég þakka mínum frábæra aðstoðarmanni Birnu sem ferðaðist með mér landi. Tókum viðtal með meira en 200 konur, fundum nafn mörg hundruð annarra, einhvers staðar var þetta hætta. Minningarnar voru síðan fyrsta af Línu sem er matsmaður heiti á skipin, ekki? Já. Og síðan voru Vigdís og Birgja á togurum og öðrum skipum út á sjó. Og loks var Ragnhildur sem sagt hefur skipstjórnar réttindi og hefur stýrt skipum með eiginmannsins sem háseta og þið náðu sjálfsagt þessu að hann taldi sig ekki þurfa að gera á sjónum eins og hún sagði að hann gerði eitthvað sem heima en það allt í lagi því að hann var svo góður sjómaður að hann vissi hvað að gera hvort það var.
But for the modern sea women, mostly I'm going to leave that to Inga Fanny, who will be talking later, because she knows the life of a sea woman here much better than I could possibly do. So I'm going to leave it to her capable hands later. And I will now move on to the history. Stockseri is incredibly lucky. If we're looking at the history, and now that I've done the research with my research assistant, Thorlilie, we've gone through masses of records now over several years. And what we found is there are most records of women at sea in the west, the Breiðafjörður area, the Westfjords, and that down to Djurvik on the southern side of the Snæfellsnes Peninsula. That whole area has a lot of sea women, and there's a lot of records, largely because of just a few people who wrote about them. And because many people came, as you all know, came to those islands, and many people came in the late 1700s, and there was a lot of fishing being done. Everybody agrees that women were almost as common, well, they say they were as common as men on the boats in that area. Most of them were farmhands, and as part of their farmhand job, they had to work at sea, whether they wanted to or not. Many loved it, some just did it as part of their job. Já, og annars sjókonur nútímans þá lætur Ingu Fanny eftir að ræða það efni og snýr nú að sögunni. Og aðstofamaðurinn minn við rannsóknir og bókasafnum og fleiri var Þóra Lilja og henni þakkað. Og rannsóknirnar sýnt það að það var mjög mikið konur til sjós, sérstaklega á Vesturlandi og Snæfellsnesi, Vestfjörðum, Djúpvík. Þetta fólk dreif að 18. öld og var mjög fjölmennt og jafnvel sagt að þær væru jafn margar konur á sjó eins og karlmenn. Flestar voru vinnukonur sem ýmist fóru viljugar eða minna viljugar á sjó sem nutu þess að vera á sjó og aðrar fóru af því að húsbændurnir skipuðu vinna. The second area in this country about which most information is available on the early sea women is Stockseri-Erebakki area. This is very lucky for Stockseri, I feel. And this is because of a few causes, I think. One major one is because a woman who is from, her family is from here, Þórunn Magnúsdóttir, she did her thesis here, based on the sea women of Stockseri and this area, the county. She did a research in the 1970s for the history department at the University of Iceland. She did meticulous historical research. And her grandfather actually knew Þuríður Formaður, and she was related to Ingeborg Jónsdóttir, who was one of Þuríður's crew, who worked with her. So she had such a strong connection. That is why she decided to center her work on sea women in Iceland in the late 70s. And she published in 1982, 1980s, in this area. That's a huge reason we have so much information here. Eitt svæðið, þar sem mikið vitað konur á sjó, einmitt hér á Stokkseyri og Eyrarbakka. Og það var einmitt kona hérðan, Þórunn Magnúsdóttir, sem gerði rannsóknir og skrifaði meistararitgerð í sögu við Háskóla Íslands þetta efni. Hún gerði rannsóknir sínar á 8. áratugnum. Hún var einmitt ættuð hérðan og afi hennar meira að segja þekkti Þuríði formann. Hún var einmitt skyld Ingibjörgu Jónsdóttur sem var á sjó hér og var einmitt í áhöfninni hjá Þuríði. Þannig hún hafði mjög sterk tengsl við svæðið hérna og rannsóknir hennar komu út árið 1982. The other point about the Stockseri-Erebakki area, this county, is that, of course, as you all know, the fishing here, this was such a community so early. So we have records, there are records, going back into the 1600s. Before that, it gets a bit more tricky, but into the 1600s, of women at sea here, through to the late 1800s, into the early 1900s, when the fishing in this area basically
moved to other areas, mostly. This is a very wealthy area. You have so much heritage here, and there's information on it. I feel I've only touched the tip of the iceberg at what is available in this area. Já, hér var byggðarkjarnið mjög snemma og það eru til gögn sem ná að minnsta kosti aftur til 17. aldar. Hér er mjög ríkur arfur og kannski blandum að fara Well, you get the idea. Okay. So, of course, I might say, of course, I realize, and this is one thing that's so exciting, I'd like to finish, give my little talk and then have people talk and ask questions and give their comments, because this is a privilege to speak to this group, because there are many people here, a number of you, who are going to know more about this than I do, of course. So you please correct, add, there's so much knowledge here, which is very exciting, and I'm just contributing what I've done from my research. Já, það verða umræður á eftir sem verða vonandi fjörugar. Það mikið forréttindi að fá að tala hér við ykkur. Og margir hér vita meira en ég og geta leiðrétt eða bætt við og ég hlakka til að heyra umræðurnar. No, I'll do that. Oh, is there a question now? Yeah. Michael, you have to talk near. To here, talk. Is that better? Is that better? Okay. So, as everybody knows, the fishing from Stoksori and Erebaki area was very dangerous. You want to show the next one? Everyone knows fishing from here was very dangerous. Yeah. Já, ég meina, allir vita. Allir vita. Það hægt að stundu sjá hér. Okay. So these are, many of you will recognize these paintings from Bjarni Jónsson, which are in the National Museum. He's kindly letting us give permission for them to be used today. But here's just the boat on the water. And go on the next one. This is the one shot of people bringing it up to shore with the winch that they would use to bring it to shore, and the types that would have been used, and also dragging it, as you all know, on the wooden poles and the whale bones to drag it up to shore. This is one he did quite amazing of what it was like, and I'm sure this is what it would have been like coming in many times into Stoksori, because people were coming in through the surf quite often into this area. And this, of course, is the horror that happened far too many times. Já, þið þekkið svo sagt mörg þessar myndir eftir Bjarna Jónsson sem Þjóðminjasafnið hefur vinsamlega leyft okkur að nota. Og það sýndi meðal annars þar sem verið var að draga bát á land, þar sem bátur var dreginn upp á hlunnum og þar sem verið var að koma á landi gegnum brimið og loks slysin sem því miður voru allt og algeng. You have, of course, this remarkable person who was here, Þuríður Formadal, Þuríður Einarsdóttir. I'm going to just talk a bit about her life, and I will be saying, of course, things that many of you already know. But she is, of course, as you know, most sea women, this is one thing I did find, is most of the historical sea women for whom much is written, they were remembered not because they went to sea, because so many women actually went to sea. The reason they're remembered is because of something else they did. Björk Einarsdóttir, the poet in Látrabjarg in North Iceland, she's remembered because of her remarkable poetry and the power of it. Rosamunda in Breiðafjörður is remembered because she was she was a sealer beyond, and she made mocking poetry and she sang about people. Each of them has something that they're remembered for, beyond the fishing. Þuríður as well.
she's remembered because of her detective work and involvement in the rare crime of the camp robbery. That's the reason she got remembered, not so much her captainship, which was very impressive. Hér eigið þið ykkar stórmerkilegu Þuríði formann og það auðvitað margt sem þið viti hér sem mér ekki kunnugt en ástæðan fyrir því að sjókvenna var minnst var almennt séð ekki bara það að vera sóttu sjóinn, en það voru svo margar konur sem sóttu sjóinn. Þeirra sem var minnst var yfirleitt minnst fyrir eitthvað annað. Til dæmis Björg Einarsdóttir sem kallað Látrabjörg sem var minnst sem kraftaskáld, Rósamunda sem var á Breiðafirði sem var frábær selveiðimaður og fór með háðsvísur og söng þær, eða Þuríður formaður sem mest var skrifað og við vitum mest núna vegna þess að hún kom að rannsókn Kambsrósans fræga. But Þuríður was amazing in so many ways. The camp robbery is just a small part. I'm going to say a few things about her life. There's so much that we could have an entire seminar. That's the exciting thing. There's so much material on her life. And much more, I know, than I even have. And so I'll be telling many of you, because you're from here, you'll know these things, and some may not. So she started fishing when she was about 11. She first went to sea because she really wanted to go to sea. And so her father said, all right, you can come to sea. So she went with him in his boat when she was 11, and her brother Bjorn was also on the boat as a fellow crew. And since she didn't have her own sea clothes, as you know, the sea clothes were vital. If you didn't have sea clothes, you would probably die at sea. So everybody had to have proper sea clothes. So she borrowed her brother's, including the mittens. So when she put out her line, as you know, everybody had their own line. And when Þuríður put out her line at age 11, the minute it hit the ground, it hit the bottom of the sea, she caught a fish. And it was a good fish, it was a haddock. So then she tried to pull it in, but she was very small at that stage, and she had the mittens, and it made it really hard. And she's frustrated, and she's trying to pull in this fish, and she can't do it. And finally, one of the mittens comes off in her struggle to get this fish. And then she thought, oh, well, it's much easier without the mittens because they were too big. So she throws off the other mitten, she pulls in the fish, and she lands it, and she's so excited she fishes for the rest of the day without the mittens, and her catching fish goes without pause until the end of the day. So, at the end of this trip, her father decided it was probably a good idea to take her as permanent crew. En Þuríður var merkilegt fyrir svo margt annað og Kambsróni var bara lítill hluti af sögu hennar. Það er svo margt að segja hana að það ekki hægt að koma að nema litlu einu hér. En Þuríður fór fyrst til sjós þegar hún var ekki nema 11 ára og var þá fór út með föður sínum og bróður sínum, Bjarni held ég. Hún átti þá ekki sjóklæði, en sjóklæði voru afar mikilvæg í þá daga. Það kom ekki til greina að fara á sjó án þeirra. Hún fékk lánað hjá bróður sínum og þar hún með sjóvettlinga. Leið hún setti færi í sjó og það var komin niður á botn, beint á hjá henni fiskur. Stór og góður fiskur. Ísa held ég, hafði sagt. Lúða? Var það lúða? Já, ok, takk. Og hún fór að reyna að draga fiskinn borð, en vettlingarnir þvældust fyrir henni og hvorki gekk né rak, þangað til annar vettlingurinn losnaði af og svo fleygði hún hinum frá sér. Eftir það, bara leið hún setti færi út allan daginn, komu fleiri fiskar og að ferðinni í lokinni ákvað faðirinn að kannski væri góð hugmynd að leyfa henni að vera áfram á sjó. She continued to fish in her father's boat through all her teen years with her brother and the other crew. It was quickly discovered that she was incredibly good, and she brought in a huge number of fish. She also quickly gained a reputation as being really good with other crew members, because she was very good at mediating if there was an issue. She
she was good at advising people. And so because of her skills, it was generally, do a really quick thing to say here, Iceland is remarkable that in 1720, a law was passed by King Frederick of Denmark that women received equal pay here from 1720 for the men's work of cutting hay, cutting peat, and rowing, which meant fishing. That has had a huge influence on women's place and what they've made into today. Although people don't really remember it, it's set a precedent that has allowed women to have equal pay, equal share on boats. Now, it's true that when they were farmhands, they gave it all to the farmer and they got much less in return. But this equal pay was very important. So a teenager, according to this law and practice, got half a share. But Þuríður, because she was so good, caused a bit of a commotion, although her crew was not upset, her fellow crew were not upset, because she brought in so many fish. She got a full share before she was 20. Þuríður hélt áfram að vera til sjós. Hún var bæði frábærlega fiskinn, og hún var einnig mjög góð í því að eiga við áhöfnina, hún var góð í að miðla málum þegar eitthvað bjátaði á og að ráðleggja fólki. Á þessum tíma voru merkileg lög sem að sett hefði verið árið 1720 að konur og karlar skyldu fá sama endurgjald fyrir karlmannsverk. Það sem var að slá, að móskurður og róðrur. Þetta setti fordæmi sem var mikilvægt. Að vísu var það þannig að þegar konur voru vinnukonur, þá var það bóndinn sem fékk hlut þeirra og greiddi þeim síðan minna en karlmönnum. Þetta var engu síður mikilvægt. Sem táningur fékk Þuríður hálfan hlut eins og tíðkaðist, en innan við tvítugt var hún farin að fá fullan hlut og enginn kvartaði yfir því, enda fylgdi henni alltaf svo mikil veiði. She fished, her father died, their father died when she was in her late teens, and then she and Bjarne, they fished together. They took care of their mother and their little sister, who later died. She had a child but later died. And Þuríður then fished for various people in this area for some years until she finally became a captain. That didn't happen until, it was a long time. It was like 27 years after she started. But she had a huge reputation as being the best at weather reading. Among many things, she brought the largest catches in consistently, and she was so good at weather reading that it wasn't that she was more cautious. There are reports of her going out when the weather was terrible and nobody else would go out because they were afraid. And whenever Þuríður went out, the weather would then turn calm. She was so incredibly good at reading weather. And there was one tragic incident where she says she's going to come in when everybody else thinks it's calm. Some of the other boats stay out and one of them flips and the people drown because they're very close to shore, tragically enough, because they didn't read the weather correctly. It became a tradition in this area that the boats, because of these experiences, would follow Þuríður. If she went out, they went out. If she decided to come in, they'd go, well, maybe we'll quit fishing for the day. Faðir Þuríðar dó meðan hún var unglingur og hún fiskaði þá áfram með bróður sínum og þau sáu fyrir móður þeirra og systur sem eignaðist síðan barn en dó síðan. Og Þuríður vann síðan fyrir ýmsa og var loks formaður eftir langan tíma, ekki frá 27 árum síðar. Hún skaraði sérstaklega fram úr við að ráða í veðrið og veðurhorfur. Það var ekki það að hún væri endilega varkárari en aðrir. Stundum fór hún út í slæmu veðri, en það brást aldrei ef hún gerði það. Þá var fljótlega komið skárra veður. Eitt sinn var hræðilegt slys þar sem að hún hafði haldið til lands en aðrir voru áfram úti og bát hvolfdi og menn drukknuðu. Og með tímanum var það venja slóðir að menn fylgdu henni
Ef hún fór út þá fóru aðrir út, ef hún fór í land þá kannski ákváðu þeirra. Nú verður komin á þann daginn. She was also one of the major, as part of her weather reading skills, she was known as an incredibly keen observer. People who gave descriptions of her during her lifetime talk of her as being slim with very broad shoulders. She was rowing all the time, of course, and she was supposed to be medium height but small. She was supposed to have gold blonde hair that went in big fluffs around her head and intense eyes. Her appearance was very striking, apparently, because of her eyes. And she observed everything. And she became known that if anything that people needed to know something, Thurur would see it. And that is the reason that when the district commissioner, when they needed somebody to act, to find out who had committed the camp robbery crime, they came to Thurur. Because they thought, she's the observer, she will know. Já, Þuríður var þekkt fyrir athyglisgáfu sína. Hún var grönn en þykk axlir og nú man ekki hvað orð yfir hárið en svona gullið og hrokkið hár og með skörp augu. Hún tók eftir öllu og það var þess vegna sem sýslumaður leitaði til hennar þegar átti að upplýsa Kambsarmálið. She, of course, did. Now, my reading of it, people have different opinions. My reading of the literature is that she really didn't have much choice but to help the authorities in the camp robbery because she was wearing trousers. As you all know, she wore trousers. And she was tarring her boat when she was told to come and appear before the district commissioner. So she arrives before him, and he tells her that she shouldn't be really wearing those trousers. She apologizes, but you had to pay for a letter of permission from the district commissioner to be able to wear trousers if you're a woman. And she had not done that. And so what he says is that I will give you that if you can solve the camp robbery, if you can figure out who stole this money. Gerði það auðvitað, leysa málið. Mér sýnist að hún hafi ekki átt mikið val hvort hún gerði það. Sagan segir að hún gekk almennt í buxum og það vildi svo til þegar sendimaður sýslumanns kom til hennar og hún var að tjálka bát og var í buxum. En til þess þurfti stangt ekki leyfi sem hún hafi ekki þurftum að sækja og sýslumaður svona gaf henni til kynna að hann gæti gefið henni leyfið ef hún tæki þátt í upplýsa málið, svo hún átti kannski ekki mikið val hvort hún gerði það. She did solve it, as you probably all know. She saw a salmon slipper that had been left at the crime scene, and she could tell by the way it was stitched, very Sherlock Holmes type skills, she could tell the farm that it was from. She also could tell by there was a rod that had been used in the robbery, and because she knew that the anvil in their smithy, it had a certain dent, that dent was reproduced in the rod, and so she could tell the farm from which the robbers came. She herself was shocked when she figured out who it was, because these, although they were rogues, they were very, very handsome and well thought of men. And so she was reportedly, once she figured out who it was, she said, now even the angels have started to steal. Já, hún leysti sjálfsögðu málið eins og margir þekkja að hún meðal annars þekkti á handbragðinu skó úr roði, þekkti handbragðið á saumaskapnum og því og það var líka það var einhvers konar járnstykki sem hafði verið notað og þekkti á hvaða steðja það hafði verið smíðað. Þegar kom í ljós hverjir ræningarnir voru þá fékk hún áfall, þetta voru vísu kannski smá fallbarar eða þannig, en myndarlegir og velliðnir menn og hún sögð hafa sagt þá, ég man ekki alveg orðrétt en eitthvað á þá leið að nú eru jafnvel englarnir farnir að stela.
She also was, she actually used this for many other ways as well. There's another story of there was a young man who was 17. He came to Stocksari area looking to be a crew on a boat, and everybody had their crews, so he went a little bit a little bit west past Erebaki. He got a job there. At the end of the season, he was very good at fishing, and his pile of fish was much bigger than anybody else. And the captain of the boat accused him of stealing other people's fish. So Thuridur went over to check the thing out and see what she thought. And she quickly noticed that he was left-handed. And because he was left-handed, in processing his fish, he cut it differently than the other men or women. And because of that, she could identify that all the fish were his. And because of that, he was acquitted. Hún notaði athyglisgáfu sína á fleiri vegu, meðal annars að saga ungan mann, 17 ára gamlan, sem kom til Stokkseyrar og leitaði eftir vinnu. Hún var með fulla áhöfn og aðrir hér á staðnum. Hann fór aðeins lengra hinum yfir Eyrarbakka. Hann var mjög fiskinn og var með miklu meiri fiskilók vertíðarinnar en aðrir og var þá sakaður að hafa stolið fiski frá öðrum. Þá fór Þuríður á staðinn, tók eftir því að hann var örvhentur, sá að það var öðruvísi skorinn fiskurinn og gat staðfest að allt sem hann hafði í sinni hrúa fiski var í raun og veru hans fiskur og þannig að hann hreinsaði af þessum ábyrgði. She was also known as being very, very clever and having short, pithy sayings. These are remembered. And I'm going to have just Augusta read these to you in Icelandic, because they don't work in English. Já, hún var sem sagt þekkt fyrir að vera fljót að hugsa og snögg í tilsvörum og það hafa eftir henni svona nokkra setningar eins og þegar henni var búið kaffi eða hún baði kaffi þá á henni hafa sagt heitt, fljótt, sterkt, lítið. Og síðan var einhver svona fremur siðalegur vinnumaður sem hún var stundum að skipa fyrir og var þá verið að segja með skyndinúsnari og síðan í gamla svona formannavísu sem sagður vera frá 1827 að það haft eftir henni bara fyrirskipunin einfaldlega menn æri. Those are just a few. There's apparently there's a whole poem written of which we just have a few stanzas, a bit of it right now. I bet if we looked we could find it, I would hope. But it's there was written in the 1820s during her lifetime, a list of a lot of these, which I hope we could find, actually. This takes a long time doing the translation, so I'm just going to really quickly, she did so much. She was an advocate for women's rights. She took people to court. She took men to court who harassed her and who harassed other people. There was a woman who was being abused, Gudrun Jónsdóttir. Her husband was beating her up and abusing her. He was keeping her basically in prison. She wanted a divorce. She fled to Thuridur, who got her a job working on her boat, actually, and stayed with her. And Thuridur she helped her go to court on behalf. And she won although it has quite a sad ending, but she won the case against her husband. Her husband then came and tried to beat her up, and in fact did, and tried to beat Thuridur up. That didn't go very far, and Thuridur then sued him for beating them up. So she went. It shows that the Icelandic courts worked, but she went all the time whenever people insulted her, or she stood up for other people. She stood up for women. She stood up for her niece, who was going to be a Maggie. She was going to be made into because she was sick. And she fought for years through the courts to get her into, there was a doctor had sort of a place that he had people that had a very good medical care. She fought for years with the courts to get her niece into there. She did a huge amount for other people. Já, nú var það nauðsynlegt að stytta mál með þetta tekur á langan tíma að vera með þessar blikar. Svo aðeins taka fram að Þuríður talaði jafnan máli kvenna og reyndar annars sem voru minni máttar og hún hikaði ekki við að fara til dómstóla og hefna mál því var að skipta. Meðal annars saga konu sem hét Guðrún Jónsdóttir og var þolandi heimilisofbeldis
Guðrún flúði til Þuríðar sem meðal annars gaf henni starf og réð hana til sjós. Og hún aðstoðaði þessa konu við að fara fyrir dómstóla þar sem hún vann málið. Síðan kom reyndar eiginmaðurinn og bæði barði hana og reyndi að lumbra á Þuríði og hún stemdi honum og almennt hún talaði líka máli systurdóttur sinnar sem átti að gera niðursetningi þar sem hún hefði ekki fengið góða aðhreiningu og tókst að koma henni á betri stað þar sem það var betri aðbúð. Bara almennt talaði máli allra sem voru minni máttar meira minna. Bæði karla og kvenna, margra kvenna. There's so much about her. I'll just finish quickly. She had at least three relationships, long-term intimate relationships with men. I think the middle one, with whom she had her daughter, Þórdís, who died when Þórdís was 3, tragically enough. She said she didn't want to get married to the fellow until she was sure the relationship was work, and she always blamed it breaking up on malicious gossip among neighbors. Her third relationship, known relationship, there are hints of others, but I haven't got the details yet. But her third one was with a man who was much younger than her. She was 43 and he was 21. He was working as a farmhand, as a deckhand, and Jón was his name, and he said that in order for him to continue working with her, she had to marry him. She refused. Finally, she said she would because she didn't want to lose his work. So they married, but she decided she was going to be coerced into marriage, but she wasn't going to be coerced into going to bed with him. So in the end, they decided to divorce. But I will say, one thing that's interesting is that of these three relationships with someone such as Þuríður, who was she would go to court, she felt so, she needed to, and so would other people, all three ended on amiable terms, and nobody made a financial claim on the other. And she continued working with some of them for quite a while afterwards. Já, Þuríður átti minnsta kosti 3 svona langtíma samböndum við karlmenn. Átti dóttur með þeim í miðinni sem dó til miður ekki nema 3 ára. Hún taldi það að þau skyldu vera að kenna yrkjarnum gróusögum. Þriðja hjónabandið var yngri maður, hún var orðin 43 ára, hann var ekki nema 21 árs og var hásandi hjá henni sem setti það skilyrði fyrir að vera áfram í róðrum hjá henni að hún giftist sér. Og hún neitaði því fyrst, féllst svo loks á það, en hún var til í að vera þvinguð í hjónaband en ekki í eina sæng og það endaði með því að þau skildu. En allir þessir menn, þetta endaði allt í vinsemd, hvorugt gerði neina fjárkröfu á hendur hinu og allt sem sagt endaði vinsamlega. So do you want to show the pictures of you can just go for it. Here are some, you will know all these. This is the third. You recognize this, right? The picture you know. Go ahead. This one is clearly taken from that drawing. You can see it looks almost exactly the same. And here's another quite different representation of her. From the descriptions of her life, I personally think she looks quite different than these drawings of her. But this last one doesn't seem so bad to me. There's just finish on Þuríður because this takes so, with the translation, it takes so long. But when she was in her late 70s, even, she was acting as a guide. She guided a woman named Ida Pfeiffer who landed in Hafnarfjörður, and she wanted to go to Reykjavik. And everybody in the area said, no, it's too dangerous for you. And she said, I've traveled the roads of Syria, which I think are quite rougher than many of the people here know about. And so she hired as her guide, Þuríður. So she wrote a whole rendition of what it was like with Þuríður running ahead of the horse so fast that she had to keep kicking the horse to keep the horse going faster. They bounded all the way to Reykjavik. There's another quick story. At the time, she was also doing for the sheep collection in her late 70s, and one of her old neighbors said he was a bit conservative, and because she was in her trousers as usual, he said to her, so
I think I can say it in Icelandic. What, I like to see that that implement you have underneath your clothing, and which one you have, or something like that. And she said, "You're welcome to look if you like." Sort of. Já, og ég verði aftur að reyna að stytta formið, en þegar Þuríður var komin á áttræðisaldur þá réð hún sér sem leiðsögumaður hjá þýskri konu að nafni Idu Pfeiffer, sem kom til Íslands og vildi fara yfir Hafnarfjarðarhraun og henni var sagt að þetta væri alltaf hættulegt, og þessi kona sem var koni í krabbinu sagði eitthvað það að það gæti varla verið mikið verra en sýrlensku vegirnir sem hún þekkti vel á eigin raun, og sem sagt hún skrifaði heilmiklar lýsingar á því hvernig var að hafa Þuríði fyrir leiðsögumann hlaupandi á undan hestunum og svona. Þetta mjög skemmtilega lýsingar. Og síðan var líka saga af Þuríði á efri árum í smálamennsku, þar sem að einhver bóndi, svona íhaldsamur líklega bóndi, sagði við hana eitthvað svona, hann vildi vita hvort hann væri tvítóla, og hún svaraði því svona snöggt upp á lagið, ég man það nú ekki á rétt, en eitthvað svona honum væri velkomið að sjá, en hún stakk upp í hann sem sagt, þessari á. So, do you want to do just the next one? You have several examples of her writing. You just go through them. You can't read them from here. That one's terrible rendition. They typed what it was. So, I'm going to, because this takes, I was going to go through all these people, but I'm not going to do it because it takes so long with translation. But what I'd like to say is that Þuríður, there's so much information on Þuríður, we could talk for hours on her. She's amazing. And they're all, one thing that's wonderful is there are all these stories about her with verbatim quotes, well, as we think they're verbatim as one could get. But the other thing about Stokkseyri and Eyrarbakki is that there were lots of women besides Þuríður. She's just the most well-known. Amazing people. You had here in the 1600s a number of female boat owners. We know about them because their boats went down. One, I have all the names here, but that's going to take too long. But one of them, she was called Stokkseyri Dísa. There were a lot of negative things said. This is a whole discussion. Later on, negative things were said about sea women, but during their lifetime, they were applauded. It was a very interesting thing, the transformation that occurred. But Stokkseyri Dísa, she owned several boats. She was very, very powerful here in the 1600s. There was another one, Randveig. She lost one of her boats, several, and she took care of all the children. There were 20 orphans from the people who died. They still had mothers, but yes, we know. She took care of them. There were a lot of stories of her goodness. There are about five accounts of boat owners and sea women from the 1600s, let alone the 1700s. So it's the history here, the known history, thanks in part to Þórunn Magnúsdóttir's research, but also because the early records here weren't destroyed, as they were in many parts of the West. And because the fishing was so early here, you've got records from the 1600s of all these other women, and I haven't even really looked very hard, of these women who fished here, even from the 1600s, and who were boat owners. Ég glemdi áðan að þegar hún sýndi myndir listamanna af Þuríði að kannski engin þeirra sérstaklega góð, engin þeirra sem lýsir henni virkilega eins og hægt að sjá hana fyrir sér af heimildum. En það voru margar aðrar sjókonur hér. Það svo mikið Þuríði að það var talað það klukkutímum saman og margar sögur, margt sem haft eftir henni orðrétt eða eins orðrétt og við getum vitað í þessari fjarlægð, kannski skólast til. En það voru margar aðrar konur hér. Á 17. öld til dæmis voru bátaeigendur hér,
Ein var stokkseirar Dísa. Það var margt neikvægt sagt hana eftir hennar dag. Það var oft síðar sagt eitthvað neikvægt konur en annað og jákvæðara meðan þær lifðu. Önnur kona var Rannveig sem átti hér fleiri báta. Eftir mikinn skipsskaða þá voru meðal annars 20 föðurlaus börn á hennar framfæri. Hún var þekkt hér fyrir höfðingskap og örlæti. Og jafnvel á 16. öld eru til heimildir konur hér. Og heimildir hafa sömuleyti varðveist hér betur en sums staðar á Vesturlandi. Og það einnig að þakka rannsóknum Þórunnar Magnúsdóttur hvað mikið vitað. En þetta alveg sérstakt hérna, hvað til mikið konur sem bæði áttu báta og voru að sjá alveg aftur á 17. jafnvel 16. öld. Each of these women have their own stories. That's what's wonderful, because Iceland was such a literate country and people wrote things down obsessively. There's a story of a woman who was probably raped in the late 1600s, and her father went to court for her. Just so many stories. Each one has their own story. She was at sea with her father. Through the 1700s, there are a lot more, and in the 1800s, there are quite a few as well. I'll just finish, since we can't go over it all because it takes so long. We don't want to sit here too long. I want your questions. I'll finish with just this story of Katrin Unadóttir. She fished largely a bit east of Stokkseyri, more toward Stentor, the sands area, but she also came to this way as well. The story is that she grew up, she worked a lot on sea. This was at sea. This was about 1900, just before 1900 and early 1900s. But she was going to help her sister, who was having a very hard time on their farm, and she wanted to support them by going fishing, and she was already experienced. So she went, but she had the trousers, but she didn't have the coat. And so she went to the boat, and they'd already said she would be a crew. She went to the boat, but they said, you can't come because we can't responsibly take you without a coat because you could die out here. So she went back very dejected. And this account is written by one of the fellow crew members. She went back and she was walking along the shore, feeling very sad, and she looked out and something was tumbling on the waves. And there's a lot of people have seen that, there's a lot of, people know about this one. This is quite closely recorded. And she waded out into the sea, and it was the sea coat, tumbling on the waves. So she pulled it out, put it on, ran back to the boat, and went out to fish. Forever after that, she called it her miracle sea coat. And she said it was some higher power. Nobody could figure it out. They thought the currents were going away, the wind was going away from the shore that day. There weren't any French boats around outward. They couldn't figure it out. Regardless, she got her coat, her jacket, and went fishing. Allar þessar konur eiga sér sína eigin sögu og það verður á langt mál að segja frá þeim öllum. En ég ætla að enda með sögu Katrínu Unadóttur. Hún var mest á sjó austara en hér, en það var reyndar eitthvað hér líka. Og þetta var svona í kringum 1900 sem hún hafði einhverja reynslu á sjó og ætlaði að hjálpa systur sinni sem var í basli á búskap, áttu börn. Og Katrín hafði reynslu en hún átti ekki sjóstakk. Og henni var neitað skipsrúm af því að hún átti ekki sjóstakk. Og það var reyndar einn af hásetunum á bátnum sem síðar skrifaði niður þessa sögu að hún gekk tilbaka niður út eftir flæðamálinu og þegar hún allt í henni kom auga á eitthvað sem glitti í út á sjónum og það reyndist vera sjóstakkur á floti. Hún óð úti, náði í stakkinn, þaut tilbaka og komst borð. Hún kallaði þetta kraftaverkastakkinn sinn og þakkaði það aðri máttarvöldum að hún komst á sjóinn. This is just a tiny taste of what is available in your area. I think to do research into the Sea Women, to do some sort of project related to the Sea Women with Þórður Formaður as a center is so exciting because there's so much wealth of information
here, and it's such a unique place because of its history, because it's so old, and because there are records here. So I can just finish by saying I'm really excited to see what the area is doing, and I'll be very intrigued to see what happens. So thank you so much for inviting me to be a little part of it. Þetta aðeins lítill fárskurkur af því sem til hér á staðnum. Það væri hægt að gera miklar og spennandi rannsóknir með Þuríði sem þungamiðju. Þetta einstakur staður, hér eru til miklar heimildir. Það afar spennandi að sjá hvað fólk hér mun gera við allt þetta. Kæri þakk. We want you to give away. Why don't we? Let's just ask for. We have a bit of time for questions, and people can just ask questions. Either Icelandic, speak in Icelandic, or we'll do it together. Það má sem sagt spyrja spurningar hvort sem á ensku eða íslensku. Ég vantar bara að vita hverjar þessar konur eru á myndinni. This is Katrín Unnarsdóttir and her sister. There are some pictures of the women from the early 1900s. That's what's so exciting. I didn't show them. Why don't you show the next one? They're just drawings of Halldóra, who was she was actually in Breiðafjörður. There's the next one. Halldóra Glumfrúd. Yeah, she's called. It's interesting she was called that. But nowhere in the literature does it talk about her having a disability at all. She's an incredible captain. She had competitions with her brothers, and she always won. Já, sem sagt, fyrir myndin, ljósmyndin, það var Katrín Unnarsdóttir, svo sem sagan var af kraftaverkasnakkinn. Og þetta sem sagt teikning af Halldóru Glumfrúd sem aldrei var þó sagt neitt að væri neitt fallið. Katrín hvað? Unnarsdóttir. Held ég. Ég nú samt að segja þetta eftir minni. One thing that's so exciting that would be fun to sit down in a workshop with people, or I don't know however people wanted to do it, but getting these names of these women, of course they're going to be the descendants of people. A lot of them did not have children, but some did. And so they'll have descendants. So that's a way to get information about them as well, of course, because they'll be in families. Já, það væri afar spennandi að setjast niður með fólki hér á svæðinu og athuga hvort einhverjir eru ekki afkomendur sem þessari kvenna, sem margar voru barnlausar en alls ekki allar. Hvað að gera þetta upplýsingar? Hvað er að sjá það á prenti eða þetta aðgengt á netinu? What are you going to do with all this information? Is it in print or can we find it online? Yes, well, okay, I was going to actually ask all your advice, and in the last minute I didn't get this slide in because but I actually have a book that's finished. And I've called it, well, the publishers told me to call it, it's called Sea Women of Iceland, well, a shocking, great title, and Survival on the Edge. It's being published by University of Washington Press. It's coming out in March. And we are now through the process, a colleague of mine is going through the process of trying to talk to a publisher here to see if we can get a translation grant. Já, reyndar hef ég, en það segja hún, rita bókmenntaefni sem kemur út á vegum Háskólaforlagsins í Washington í Bandaríkjunum í mars næstkomandi og það verið að leita af fjármunum og útgefanda til að láta mögulega þýða bókina á íslensku svo komin líka út á íslensku. The slide I want to have is they have the cover, you see. They've got the beginning cover for this book. But I don't actually, it's fitting with today's thing. And the top of it shows, it's a beautiful young photograph of Unnur, a sea woman who is actually here today in the audience. And then they have the title in the middle, and then in the bottom, they want a seascape. And what they've put right now is a picture of a lighthouse, actually. But it looks like the lighthouse is sort of stabbing the bottom of Unnur. It doesn't really work, right? No offense to lighthouses.
So I have another week to try and come up with a new photograph. What I think the photograph should be, and they agree, it needs to be really rough seas, like a really exciting rough sea picture with a fishing boat would be great. So if anybody has a picture like that or knows of one, we don't have any money, of course, classic University Publishing House, but if anybody, they would like to get credit for having a photo on the front of a book, I would love it. That's what I'm looking for. Bókin kemur sem sagt út í mars, en það enn vika til stefnu til að útvega betri mynd fyrir hluta á forsíðunni sem mætti helst, það viti núna sem að vitum ólestuðum lítur ekki alveg rétt út á þessari bók og ef einhver á mynd sem sagt af opnum sjó og helst með fiskibáti eða skipi að þá að vísu ekki mikið fyrir sem er háskólaútgáfu en ef einhver vil fá nafn sitt á bókina þá þætti okkur vænt að heyra mynd. Are you meaning Washington DC or Washington State? What's it on? Washington State. Seattle. Thank you very much. That's a good point. I was thinking we're the major Washington instead of DC. I'm located in Seattle. The University of Washington is in Seattle. Thank you. Yeah. I have a question that's a little bit different. Have you come across any information about women being boat builders? I heard wonderful, saw somewhere a citation to women being builders of boats, but I haven't been able to confirm anything from builders. That they were constructors of boats. No, there's so much more to research. That's really interesting. I didn't even, for the book, I mean, you have to put limits when you're doing research. So I didn't actually even research boat owners, but I couldn't, when I started finding them, I just couldn't help myself. I have this huge database now of all these women, which only a fraction appear in the book, but I couldn't help myself. I just took down the names of all the boat owners and the information, because the way we did it is we just collected information from tons of sources, and then I put it into a database and collected it under each woman's name. I did not come across boat builders, but that would be fascinating. Já, ég stytti máli hérna aðeins að sem sagt, nei, ég hef ekki rekist á neina báta smiði, konur, en það verður náttúrulega að takmarka svona rannsóknir og rannsóknir snerist fyrst og fremst að konur sem voru til sjós. Það var ómótstæðilegt stundum að taka líka með bátaeigendur þegar við rákumst á upplýsingar þá, en nei, ég kannast ekki við bátasmiði, en það væri mjög fróðlegt, það er margt fleira sem mætti rannsaka. Þessar heimildir sem þú hefur, eru þær úr gömlum þjóðsögum eða bréfum eða talaðu þegar fræðimenn eða hvernig miðar það við heimildir? So what are your sources? Are you using folk tales or letters or books, or have you talked to scholars? I've done everything I can. Before I say this, for everybody who's alive, all the interviews, I had 3 field assistants who worked with me. The major one being Birna Gunnlaugsdóttir. So we went around the country, about every place in the country, and talked with sea women in every small community. It was a lot of fun. We met a lot of wonderful, wonderful people. And Birna worked at sea herself when she was younger, and just coincidentally also has a degree in anthropology. So that was fantastic. It was a great working relationship. For my historical research, I worked with a woman named Þóra Lilja Sigurðardóttir from Hafnarfjörður, who has her MA in history. And she worked as my research assistant, and we went through, Birna and I also went to archives in all small communities, such as Eilstaðir and places like that. We went to a lot of archives just to find what we could find.
but Thora Lili and I worked at the National Library and many other places, just getting everything we could, from the audio recordings, from published accounts that people wrote. There's not a lot, I didn't find a lot in letters, but I'm always willing to, I think there's a lot, what I think is I think there's a lot more out there, actually. So it was basically all the sources we could find. But I'll bet if one can find families, then I think there can be letters, there can be so much more material, I think. Já, sem sagt, já, við reyndum allt mögulegt og í viðtölum við núlifandi sjókonur ferðaðist ég landið með þrem mismunandi aðstoðarkonum, aðallega Birnu Gunnlaugsdóttur sem að bæði hefur verið til sjós og hefur líka gráði í mannfræði. Og í þeim ferðum fórum við líka á skjalasöfn á stöðunum og þess aftar bókasöfn. Síðan í svona bókasöfn heimildavinnunni þá vann ég með Þóru Lilju Sigurðardóttur sem hefur meistaragráðu í sögu og við fórum í gegnum bækur og hljóðupptökur og fleira meðan þessi þjóðabókpröfinni. En ég held að sé miklu meira þarna úti og til dæmis hef ég ekki notað mikið bréf. Það kann að vera með því að komast í samband við fjölskyldur og afkomendur með ég finna bréf. Ég held að sé margt fleira þarna úti sem mætti skoða. I also want to say that the people at the University of Iceland have been incredible. From the very beginning, I talked with Gisli Paulsen at the anthropology department, who encouraged me from the beginning and invited me to a workshop really early. So for theoretical, I've tried to make it very interesting to a larger audience, but because I think the information is so important and so much of it is not known, I have cited everything. It's a very long bibliography. And I talk about the theoretical issues, women's rights, the feminist movements, the laws, the historical things related to the farmhand laws, all that. And I cite it all, and it's mostly Icelandic scholars who've helped me with that, both in terms of published things and also the people, Anna Karlsdóttir, Niels Andersdóttir, Anderson up in Akureyri, and just everybody, just all these people, Unnuri Skaptadóttir, everybody has been so kind and helpful. When they say a community writes, what a community is a project or fills a village or whatever, a community writes a book, there's no doubt about it. Já, loks voru margir fræðimenn í Háskóla Íslands sem tóku mig nánast eins og fjölskyldu. Til dæmis Gísli Pálsson tók vel á móti mig frá byrjun, hvatti mig til rannsóknanna og bauð mér á málþing snemma. Og bókin svona það, ég reyni að hafa hana, skrifa hana fyrir víðari hóp heldur en bara fræðimenn, en ég reyni líka að gæta heimilda og í henni mjög löng heimildaskrá. Og það fjöldi íslenskra fræðimanna sem hafa hjálpað til að má segja að þessi heilt samfélag sem skrifa bók. Anna Karlsdóttir, Unnur Skaptadóttir, Níels Einarsson og svo telja áfram og áfram. Fjöldi íslenskra fræðimanna sem hefur komið að einhvern hátt að því að hjálpa við aðstæða með þetta verk. Just to finish, I want to say one more thing. The people who also, from whom I learned so much, were all the sea women. The people with whom I spoke, and sea men actually as well. I talked to quite a few skippers, male skippers who hired women, just a lot of men as well, to get different perspectives. And from those people, there was so much insightful, and the thoughts and comments, they were so eloquent. And that's where I learned so much as well. It's been a very amazing experience doing it. En loks lærði ég mest af sjókonunum sem ég ræddi við og reyndar sjómönnum líka, meðal annars skipstjórum sem hafðu ráðið konur á skip sín og það
í viðtölum við sjókonur og sjómenn hefur verið svo mikil innsæi, svo mikil mælska og svo mikil skilningur að það var mest við að öllu. More questions? No more questions? Everybody needs to get up and stretch, right? Well, go ahead and ask me any questions once you get up. Did you give a break now, right? Yeah. Okay, so I think we're going to have a break, thank goodness. And I have, of course, doing translations, and I'm so sorry I can't do this in Icelandic. My reading of Icelandic is obvious, is gotten quite much better, but my speaking is still terrible. So, I'm sorry, but come and ask me any questions you like, and Augusta knows a huge amount as well. Come and ask her as well. Okay, thank you. Sem formaður Vitafélagsins og Nordisk Kúltúr. Hún ætlar að kynna Vitafélagið og norræna tengslanettið Nordisk Kúltúr sem hefur staðið fyrir 5 norrænum strandmenningarhátíðum á Íslandi, í Danmörku, Svíþjóð, Noregi og Álandseyjum. Og svo ætlar hún einnig að segja okkur lítillega frá norrænum sjókonum. Rétt áður hún kemur hingað þá ætla ég að vekja athygli á blaði sem að ganga hérna á milli þar sem að fólk getur skráð nafn á netfang ef það vill fá frekari fréttir af starfsemi þorparanna og já, þannig að endilega skrifið nafn á netfang ef þið áhuga fyrir því. En Sigurbjörg, gjörðu svo vel. Fáar þjóðir heims eru jafn háðar hafinu og gjafmyndi þess og Íslendingar. Frá því að landnámsmennirnir stýrðu knörrum sínum yfir hafið og allt fram til dagsins í dag hefur nálægðin við hafið haft áhrif á íslenskt samfélag, efnahag þess, atvinnulíf, búsetu, menningu og sögu, en ekki síst á fólkið í landinu. Fólkið sem oftar en ekki byggði alla sína afkomu á gjafmyndi hafsins, háði sínar orustu við háska þess, naut gjafmyndi þess, átti sína sigra en einnig sína ósigra sem greiddir voru í mannslífum. Næstum allir bæir og þéttbýliskjarnar landsins eru við ströndina, einnig búa flestir landsmenn innan við 5 kílómetra frá ströndum. Og séum við ekki með hafið fyrir augunum alla daga, þá finnum við fyrir því flesta daga í formi andblæsar hafi sem færir okkur ilm þess og seltu. Í helstu löndum Asíu, Evrópu og Ameríku er þessu þveröfugt færð. Þær eru fastir í snertingu við haf. Fyrir meirihluta mannkyns er ströndin því forvitnileg, jafnvel framandi, en ekki sjálfsagt mál eins og í okkur. Og þar sem hún er okkur svona hversdagsleg, þá höfum við ekki kunnað að meta hana sem skyldi, menninguna sem hún geymir og auðinn sem hún færir okkur. Strandmenning er yfirgripsmikið hugtak sem hefur verið meiri gaumur gefinn í ýmsum nálægum strandríkjum heldur en hér á Íslandi. Samt er hún einhver merkasti arfurinn í sögu okkar. Við höfum þó látið vera því að hampa henni mikið og jafnvel skammast okkar fyrir hana á stundum. Ástæðan held ég að vafalítið sé að þetta er okkar lágstéttar menning. Strandmenning finnst í íslenskum bókmenntum, matarmenningu, tónlist, fornminnum, sögum og sögnum, í veiðimennsku, strandi nytjum, vitum og smíði báta. Hún er til í daglegu lífi við hafnirnar meðal fólks á bryggjunum, í bátum, á veitingahúsum og á sögnum. Síðast en ekki síst þá tengist hún strandmenningu annarra strandþjóða heimsins og þá sérstaklega norðursins. Saga Íslands er því að jöfnu sagan bát, síld, þorsk, salt og hversdagsfólk, eins og hún er sagan Íslendingasögur, víkinga, biskupa, eldfjöll og heita hveri. Sjálf þá er ég nú fædd aðfarabarn
og ein þeirra fárra sem ólst upp í meira en 20 kílómetra fjarlægð frá ströndu og sá ekki til hafs á bæjarhlaðinu. Samt þurfti ég langa útlegð til að koma auga á þennan þátt íslensk menningararfs. Það var reyndar ekki fyrir á Finnlandsárum mínum þegar ég fór að koma með flatlendisköllurnar og skógarbúana Finna til landsins og var að svara spurningum þeirra hvar við hefðum búið og hvernig. Fór að hlusta á útlendinginn og sjá hlutina með hans augum. Já, það var þá sem áhuginn minn á strandmenningu vaknaði. Ég reyndi árangurslítið að fá íslenska ferðafrömmur til aðstoða mig þegar ég var að skipuleggja ferðir strendur Íslands. Þetta var nefnilega á þessum árum þegar Íslendingar voru sjálfir að uppgötva hálendið og reyndu að stugga mér og öðrum til fjalla eins og sauðkind á vori. Síðan var það í kjölfar mikillar ráðstefnu í Noregi árið 2003 sem Vitafélagið var til. Í upphafi ákváðu við að það héti bara Íslenska Vitafélagið. Renndi grun í að þannig næðu við athygli fjölmiðla og þar með almennings, sem reyndist þá rétt. Fyrstu árin þá hlustuðu við á spurningar það hvort við værum vitlaus, hálfvitar eða heilvitar. En allt frá upphafi þá hefur það verið stefna félagsins og eitt aðalmarkmið að vekja áhuga almennings og stjórnvalda á þessum þætti menningararfsins. Hvernig vernda beri hann og það teljum við best gert með nýtingu og nýsköpun. Vitafélagið grasrótarsamtök á landsvísu, rekið á áhuganum og fyrir félagsgjöld og með styrkjum sem okkur tekst stundum að krækja í. Okkur lánaðist hins vegar svo viska strax við stofnun að fá í félagið á stofnfund Siglingarstofnun sem reyndar heitir Vegagerðin í dag, Þjóðminjasafnið, Fornleifavernd og Húsafriðunarnefnd sem hvað heitir Minjavernd. En allt þetta stofnanir sem við eigum í miklum og góðum samskipti við og eru okkur nauðsynlegar til að ná mörgum af okkar markmiðum. Síðar hafa svo bæst við söfn og atvinnuþróunarfélag fyrir utan einstaklinga sem nú telja yfir 200. Á þessum árum sem liðin eru frá stofnun félagsins teljum við margt hafa áunnist. Til dæmis erum við alveg hægt að fá athugasemdir íslenskar sólbaðsstrendur þegar við tölum strandmenningu. En áður var þetta hugtak tengt sólarolíu og sól og suðrænum slóðum og enn orðið strandmenning ekki til í íslenskum orðabókum. Félagið hefur staðið fyrir 2 stórum ráðstefnum og átt aðild að 3 til viðbótar. Árið 2006 héldum við 2 daga norræna ráðstefnu í Stykkishólmi, en þar sem að það komu fleiri norðmenn á hana heldur en Íslendingar, þá héldum við bara aðra ráðstefnu árið síðar á Hótel Sögu og fengum þá flest aðildarfélög ferðaþjónustunnar til liðs við okkur. Við höfum átt aðild að málþingi trébátasmíði, norrænni ráðstefnu á Álandseyjum og einni norrænni ráðstefnu sem haldin var á Akureyri undir yfirskriftinni Sjávartengd ferðaþjónusta á norðurslóðum, auður hennar og ógnir. Síðustu 9 árin þá höfum við staðið fyrir fræðslukvöldum í Sjóminjasafninu Víkin í Reykjavík, 1 kvöld í hverju vetrarmánuði, þar sem við höfum fengið sérfróða einstaklinga til að halda fyrirlestra. Árlega heimsækjum við landsbyggðina með heildagsmálþing eða ráðstefnu sem við vinnum með heimamönnum og reynum af bestu getu að miðla þeirri þekkingu sem félagsmenn búa yfir og tengja saman einstaklinga, félög og aðra sem við vitum að vinna að svipuðum verkefnum. Og svo kemur fréttabréfið okkar út 2 á ári sem lítur svona út. Þetta eru fyrsta verk okkar, það var að fá friðlista vita, 7 vita sem voru friðlisti 1. desember 2003.
Síðan þá hafa margir fleiri bæst í hópinn eftir nýjum reglum minjavernd. Og síðan erum við núna að vinna að gerð heimildarkvikmyndar íslenska vitann og sögu hans sem er mjög sérstök vegna þess að mörgum öldum fyrir Krists reistu þjóðir við Miðjarðarhafið sér vita en okkar ljós blikkaði fyrst 1878 á Íslandsströnd. Það kemur líka í okkar hlut að svara ýmsum fyrirspurnum og gefa ábendingar. Við höfum gert ýmsar athugasemdir sem við höfum sendt opinberum aðilum það sem okkur þykir betur með að fara. Og eitt af því sem við erum búin að gera núna en á eftir að setja á þennan ágæta vita, þetta er gamli vitinn í Garðskaga. Við erum búin að láta smíða á hann ljóshús. Hann hefur verið eins og hauslaus í áratugi en bíðum eftir því að vegagerðin sem allir vita landsins heyra nú undir gerir við skemmtirnar sem komnar eru í hann. En þessi viti er annað elsta steinhús Íslands. Það er bara íbúðarhúsið á Sveinatungu í Borgarfirði sem er eldra. Frá upphafi þá höfum við haldið mjög góðum tengslum við systurfélög á Norðurlöndum. Við erum upphafsmenn að norrænu strandmenningarhátíðinum sem byrjuði á Húsavík árið 2011 undir heitinu Seil Húsavík en hafa síðan borið yfirskriftina Nordisk kustkultur og árið 2012 þá var hátíðin haldin í Ebeltoft í Danmörku. Hér er Seil Húsavík. Og svo var hún í Karlskrona í Svíþjóð 2013, í Oslo 2014 og á Álandseyjum var hún síðasta sumar og verður í Færeyjum á næsta ári. Á þessum hátíðum þá það eru misfjölsóttar, þær falla oft inn í aðrar hátíðir sem eru til staðar. Í Oslo var hún mjög fjölmenn vegna þess að Norðmenn voru samtímis að halda upp á 200 ára afmæli stjórnarskrárinnar, 600 ára afmæli Osloborgar og 30 ára afmæli strandmenningafélagsins. Þannig að það voru 100.000 gesta sem komu á svæðið og á þessum hátíðum þá fólk að vinna og kynna sína eigin strandmenningu. Hér er grænlendingur að dansa trommudans. Hér er Danir að drekka bjór. Svíi að gera segl, sauma. Og fólk þarna á staðnum, að vinna sína vinnu, útskýrir hvernig hlutirnir hafa verið gerðir og hvers vegna og fólk fær að læra þetta líka. Þetta er líka grænlendingur sem að dansa maskdans og hún útskýrir fyrir okkur hvað hver einasta lína sem hún dró í andlitið týndi. Hér er danskur bátasmiður, ung stúlka að klára að smíða árar í bátinn sinn. Íslendingar að salta síld og drekka brennivín. En við höfum á okkar vegum hafa farið, við höfum kynnt bæði roðvinnslu Íslendinga, síldarsöguna, það var bátasmiðir farið með okkur og tónlistarmenn. Hér þessi innsigling stórra skipa á hátíðinni Karlskrona. Og þessi samtök, þetta er svona netverk, þetta er ekki formlegt félag, þetta er svona regnhlífa samtök Norrænna strandmenningafélag og tilgangurinn að efla tengsl og samstarf. Við erum jú öll að berjast fyrir því sama,
getum miðlað af reynslu og erum mun sterkari því fleiri sem við erum. Og eitt af því sem við vinnum núna að að koma handverkinu við smíði súlbyrðings á heimsminjaskrá UNESCO. Vegna þess að smíði súlbyrðings sér norrænt fyrirbæri. Samstarfið gerir okkur einnig kleift að sækja í fleiri sjóði til að fjármagna verkefni, hvort heldur það til lítilla verkefna eða stærri, og einnig til að tengja saman einstaklinga, svæði og lönd. Í Karlskrona til dæmis, Karlskrona var og höfuðbær sænska sjóhersins og þar var áður en hátíðin þar var haldin, stóð tómt 312 metra langt hús þar sem þeir gerðu kaðla fyrir sjóherinn í den og snæri. Þannig að áður en þeir héldu hátíðina þá ákveður nú að taka til þarna og þá voru allir þeir sem höfðu unnið þarna og kunni eitthvað voru fengnir í lið og núna þetta eitt aðdráttarafl Karlskrona, það að koma í kaðlagerðina, læra að búa til kaðla, búið til arbanda á stundum tíma, hvort þetta voru hampi eða bómull eða hvað það Og síðan lýðháskóli í Karlskrona sem kennt bátasmíði og núna þeir búin að fá það inn í sænska reglugerð að lýðháskólinu og aðrir lýðháskólar og skólar sem að kenna bátasmíði, þeir verða líka að læra að búa til kaðla og það gert þarna í þessu húsi. Og í tengslum við hátíðarnar þá höfum við alltaf eftir til málþings og á hátíðinni á Álandseyjum síðasta sumar var tema hátíðarinnar Konan við haf og strönd eða Kustkvinnan. Og þar voru við með konur sem voru að vinna í rof og þar var hún Anna Karlsdóttir með fyrirlestur íslenskar sjókonur. Sjálf ég engin sérfræðingur, hvorki sjókonur eða nokkuð annan hlut. En norrænar sjókonur, samkvæmt þeim heimildum sem ég hef komist yfir, þá það greinilega norður-norskar konur sem eiga mikið sameiginlegt með þeim íslensku. Svíar og Danir kannast ekkert við að þeirra konur hafi stundar fiskveiðar til jafns við karla. Í Færeyjum segja þeir að ein og ein hafi verið með körlunum við veiðar en aðallega hafi hlutverk kvenna verið að aðstoða við veiðar og ýmsa hluti sem að lutu að fiskveiðum, útbúa karlana á veiðar, til dæmis með því að prjóna og fatnað, sauma, beita og setja út báta fyrir og eftir veiðar. Svo báru þær fiskinn heim og unnu, auk þess við að elda ofan í sjómennina og nesta til sjós. Þetta svo sem hlutar sem íslenskar konur þekkja vel og þannig það líka reyndar í Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi. Á síðari árum hafa finnskar konur hins vegar komið að hönnun á farþegaferjum sem þykir nokkuð sérstætt. Í Noregi þessu svolítið öðruvísi varið, allavega nyrst í Noregi. Það var löng leið úr innfjörðum Norður-Noregs til Lofoten, það sem helstu verstöðarnar voru og karlarnir kom ekki heim í 34 mánuði. Allir bóndabæir áttu til dæmis bát, tví eða ferraring og konurnar reru til kaupmannsins, fóru í heimsóknir á bát og veittu til matar fyrir sig og sína fjölskyldu. Það var heldur ekki óalgengt að konur væru sjómenn og Þuríður formaður á sér til dæmis sálufélag í Buxnavertu, Buxberit sem var frá Eidfjord sem skammt fyrir sunnan Narvík og þekktust sjókvenna Noregs. Buxberit var sami, hún dó 1860, var formaður á eigin fimaringi, mjög virt sem sjómaður og yfirmanneskja. Viðurnefnið Buxberit, það fékk hún á sjálfsögðu vegna þess að hún gekk í buxum. Henni var lýst sem harðgerðri konu sem var nokkuð gefin fyrir sterk vín, en drengilegri og heiðarleg hún sögð hafa verið. Duglegur sjómaður sem stundaði veiðar við Lofoten, var á fraktbátum líka og stundaði bjargveiðar. Svo veiðar á bjargirnum. Hún hafði karl sinn alltaf með sér og hann var undirmaður hennar
og samar þeir tala þessa konu sem sönnun þess að þeir hafi nákvæmlega sama rétt og norðmenn á sjó og landi. Bugspirit einnig minnst sökum þess að hún útbjó sér snemma horn til þess að geta mýir yfir borðstokk eins og hværanna kall. Sagnfræðingurinn Gru Röde, hún hefur gert þessari konu, Bugspirit, ágætt skil í lokaverkefni sínu frá Óslóarháskóla, þar sem hún var í sagnfræðinámi árið 1994, en þar fjallar hún í ritgerð sinni sem heitir Út í verinu, norður í verum, daglegt líf í verinu Lúfótinn og fólksflutninga frá nyrstu byggðum þess og síðar í bókinni sem byggir á þessari ritgerð sem heitir På ett berg jag kallar Mett, sem kom út árið 1994. Og einnig þá veit ég að blaðamaðurinn Mike Kerstin Fjell hefur skrifað Bugspirit. En í Noregi, rétt eins og annars staðar á Norðurlöndum, þá var það venjulega konan sem sá unga og aldna og rak búið á meðan karlinn var til sjós. Eða eins og hann Sverri vinur minn sagði þegar ég var að spyrja hann, þeir voru ekki margar sem stunduðu sjóinn en unnu eins og þrælar í landi, sáum búin með öllu sem því tilheyrði, söltuðu síld og þurrkuðu saltfisk og seinni tímum við flökun og aðra verksmiðju vinnur. Þá það konan sem á gólfinu en karlinn yfirmaður og vinnur aðra og betur launaða vinnu. Saga íslenskra sjókvenna mjög sérstakur og merkur þáttur í okkar sögu sem ber að halda á lofti og Þuríður formaður þeirra foringi. Sjókonur á Snæfellsnesi voru margar eins og áður hefur komið fram hér í dag og hann Sæmundur á Rifi hefur sankað að sér mörgum heimildum þær og enn að. Mér vel kunnugt að á nesinu, á Snæfellsnesi, vel fylgst með því sem þið að gera og hér fyrir fram. Og síðast í gær var ég spurð frétta af sjókonum á Stokkseyri. Og það mikill áhugi fyrir því að gera þessum konum hærra undir höfði. Þess vegna bara skora ég á ykkur sem hafi það hlutverk að varðveita sögu Þuríðar og þar með annarra íslenskra sjókvenna að gera enn betur. Það væri til dæmis hægt að setja hér á fót sögusýningu íslenskar og norrænar sjókonur og það kallar ekki annað að mér en hægt sé að komast líka á koppinn og fá samstarfsaðila á Norðurlöndum. Þar með norræna styrki og konur eins og Gru Röde og eða Mike Kerstin Fjell örugglega tilbúnar að leggja ykkur lið. Ef það eitthvað sem að vitafélagið getur gert til þess að leggja ykkur lið, þá veit ég að mínir félagsmenn boðnir og búnir til þess. Þannig að þetta mín áskorun til ykkar. Kærar þakkir fyrir mig og gangi ykkur vel. Svo glemdi ég náttúrulega að segja að það liggur blað hérna frammi sem að ég langar að ganga í félaginu. Kærar þakkir fyrir þetta Sigurbjörg, fróðlegt erindi. Þá næst á dagskrá hjá okkur Inga Fanney Egilsdóttir stýrimaður. Hennar erindi heitir Sjókona nútímans og við bjóðum hana velkomna. Mér finnst heiður að vera komin hérna og kannski svona vist þakklæti til ykkar að því að það 40 ár sem ég byrjaði til sjós og þá var það bara bát hérna frá Stokkseyri. Þá myndi mér að gömul svona frekar, stelpa sem vissi vildi nákvæmlega hvað ég vildi ekki gera en margar hundi hvað ég vildi gera og eina því var að fá mig vinnu til sjós og tjena vel. Og ég var kost í svona frumkvöldi sem ég hafði heyrt tala aðra stelpur að fara til sjós og ég heldur ekki svo síðastu.
Á þessum árum var mjög oft auglýst í útvarpinu eftir vönum, sjómönnum, vönum, hásýttarvönum, þetta og hitt. Svo það skipti máli. Og þegar kom auglýsing í Mókanum, þá vantaði matsvein á bát frá Stokkseyri, þá hringdi ég. Og þar sem við fengum blöðin fyrir Reykjavík, þetta hérna fyrir austan, að þá var ég fyrsta manneskja hringdi. Það var kona skipstjórans sem heitir Erna. Hún vann hérna í húsinu sem eitthvað yfir á skrifstofunni. Og við töluðum saman og hún lagði mikla áherslu, ertu vön á sjó, verður sjóveik, af því þú átt að vinna á dekkinu. Nei, ég er sko ekki sjóveik, ég er sko vön að verða hún pakka út á sjó og hvar, út með Faxaflóa og það er mynd af bátnum sem ég er vön á. En það er engin lygi, þetta er ekki pabbi, þetta er vinur hans. Við vorum búin að fara og veiða svona svart fugl eins og var haugurinn á hinum bátnum og á þessu flæktust við svona upp í Hvalfjörð, út á Faxaflóa frá Reykjavík og yfir í Garð, bara eftir hvernig veður og vind það voru. Þannig að þessi reynsla sem margir að kvartum að kvenfólk verði fyrir mótmælum sé erfitt að komast um borð. Fyrsta símtalið, fyrsta tilraun til að komast út á sjó, hún virkaði og það var frá Stokkseyri. En við reyndar erum frá Þorlákshöfn með þessi bátum sem þetta Fróði, þessi hérna, hann komst ekki inn til Stokkseyri, þannig við löndum með Þorlákshöfn. Og það voru 5 um borð, það var skipstjóri, vélstjóri, stýrimaður, kokkurinn og himnavískráður sem annar vélstjóri. Þannig að aðalvinna var út á dekki, að vera stýrimaður eða vélstjóri og það var aukaþjóð. Báturinn var svona frekar óhjárlegar út að sjá svona og ég stakk upp á vélstjóran að myndi mála á útveginni. Hann var okkar svona ekki mjög hrifinn að þeirri hugmyndu að það er sem alveg nóg að gera um borð og það var alveg rétt. Því á 4 tíma fresti var kastað og híft, svo var gert að aflanum, svo var borðað og gert annað á milli og heimleiðinni var steinsofni. Og eftir hálfa mánuði fyrstu helgafríinu þá held ég að sofið alltaf þá 48 tíma. Það var svona, en peningarnir voru mjög góðir. Fyrir þessa 45 dagar sem ég var skráð, þá fékk ég ríflega 20-falda tryggingu. Ég fékk 20 fyrir hálfa mánuði fékk ég tryggingu 50 skall og vertíðin var þar almennilega. Það var fínu peningar. Og ég komst náttúrulega fannst þetta alveg æði, svo ég fór á annan bak og annan, svona og ég var það. En þarna er þetta líka baknum í þannig málum. Ástæðan fyrir því að ég komst á forsögu í DFF var að vélstjórinn var á samningi hjá DFF að selja myndir. Og sem sé eina held ég skipti sig verið forsíðustelpa, eða forsíða. En þegar ég var búin að vera á nokkrum bátum og vertíð í Vestmannaeyjum og þá var ég kokkur á netabát á Loðnu. Og mér fannst það bara enga veginn skemmtilegt. Maður var meira svona sér þegar maður var bara, kokkur. Heldur þegar maður var svona, með áhugmynd og dekki. Þannig mér fannst það ekki eins skemmtilegt en ég var búin að frétta svona eins og Íslandi gegnum kunningsskap. Guðmundur maðurinn hennar Donni Söru, vinkona mömmu og hún að framhalda að það myndi vanta að kokka þetta skip. Svo að ég fór um borð, fannst þetta skip æðislegt, þau voru að lenda eða koma með salt og í lestunum þar voru með skóflusku til að moka þetta. Þetta var 20-30 stærra heldur fiskibátarnir. Svo ég fór um borð, bankaði upp í og skipstjóranum og baði kokkspláss. Já, því miður að þá var kokkun hættu að hætta svo ég fengi ekki það pláss. Ég var ekki alveg að gefast upp, svo ég spurði hvort það vildi bara gera á mig sem háseta. Hann leit svona í kring og sig og svona, já, ég er eitthvað sem ekki útgerðin gerir það. En þá var það Donna konan hans sem leit bara á hann og sagði, Guðmundur. Og hann hóstaði eitthvað og sagði mér að koma daginn eftir. Þá var ég búinn að fá pláss. Reynda sem dagamaður í vél og byrjaði þar 1976. Sem dagamaður í vél á þessu skipi og síðan háseti. Og eiginkona eins, Lena mér sem búið að núna. Þar sem við ekki
Og á þessum tíma, þessi myndi tekin þegar skipið er að koma inn í Þorlákshöfn. Og ég veit að þeir voru að koma í salt og ef þið svona horfa aðeins á síðun á skipinu, hvað sjáum við merkin? Það eiga að vera á skipinu hérna á landsíðunni Djúpristan. Við salt er ódýrt hráefni og við gerðum oft fyrir eigandann að vera svolítið ríflega lestuð. Og það var þarna örugglega þetta skip, það sjást enga Djúpristan eftir síðan. Það er það sem ætti að gera. Þau eru horfin. En salt er hins vegar töluvert öruggur farmur, hann sígur og teppast niður og er ekkert á hreyfingu, þannig að þetta er nokkuð öruggt. Ég segja það sem eftir á það. En ég ætlaði mér ekkert að vera sjómaður á þessum árum, það var langt í frá. Þetta var bara ævintýri. Og við erum hérna, ég tók svona mynd af okkur 3 stelpum í skipinu. Þá vorum við 3 um borð í Hvalvíkinni. Svo tók ég mynd hérna í vestur og svo hér og 2 sem voru á þessu tímabili með yfirstýrumann. Og þegar vorum 3 saman á skipinu, þá kalluðu strákarnir hjá hinu skipunum á Finnboga, þeir kalluðu þetta kvennaathvarfið. Ég fekk nú einhvern tíma á svona ákvörð sem ég var stýrimann hvort það var með ráðum gert að það var þessum hóngriði hérna, hún var út á dekki því hún var mjög öflug og dugleg, ættir á Norðfirði og vön saltfiski. Að ég var með hana út á dekki í svona stúfa niður og taka móti kílunum með krananum og strákinn eða kallmanninn inn að skúra. Síðan gerist það, ég ætlaði ekki að verða sjómaður og ég fór á flakk svona til Evrópu og þar kynntist ég fólki frá 3. heimslandum sem setti að lóna ofan yfir mig, yngri strákar. Akkur eftir ég klára námið, akkur eftir ekki verða neitt. Því ég var bara í pásuskóla og menntaskóla árunum. Heimurinn hefði miklu betur þörf á því sem einhverja menntun heldur en bara ómenntar. Svo ég fór heim í skóla, svo þegar ég var að verða klára, þá ætlaði ég að fara til sjós aftur til að þína peninga og að því ég ætlaði að taka prófum vorið, þá ætlaði ég að vera á rútuskip og þá ætlaði ég að sækja heimskip og samskip. Þá komst ég nú að því að það var ekki alveg sjálfgefið. Þeir vildi ekki draga stelpu. Og ég þurfti stragla töluvert til að fá það pláss. Og þá var ég send meðal annars heim til einn skipstjórans sem bara setti yfir mig skip og bröllur. Og ég var svo öskureið í granni en ég fór út. Ekki við því, þú veist, hvað hann hafði sagt um mig. Heldur höfða þessu fíblar að senda myndilsi, það var ekki venjan, hún gerði reyður. Svo ég hugsaði svona 2 daga hvað ég ætti að gera og skrifaði bara bréf til einn yfirmann Heimskips og sagðist vilja með þess og þessa sjóreynslu fá tækifæri. Og ég var sett á þetta flaggskip flotast á, Dettifoss. Það var góður skóli því að það var mjög mikið reglufesta á þessu skipi, maður lærði góða sjómennsku og ég var til sjós með mönnum sem voru búin að hafa lengri sjótíma þannig að ég hafi lifað. Þannig að ég lærði mjög margt af þeim. En sem gerðum mynd af mér höfn í Noregi og sem öryggisfulltrúi í Heimskipinu núna, það var nú aldils ekki leyft, ég er þarna á strigaskóm og ekki með hjálm og ekki í öryggisfulltrúi heimilþegi. En það tíðkaði sem því þá. Þegar ég á þessu skipi þá ákvæði það að fara í stýrimannsskólann. Og ég átti með að mynda mér á skúlinu, þá var hún að klára 3. stigið og ég var að klára 2. stigið. Og við erum skólanum saman. Og við vorum svo stoltar af þessu, við vorum reyndar allir skólinn þá að vera í stýrimannaskólanum, að við létum sveipa skyrtu með merkinu og hálsbindi. Það var stoltið okkar þá. Og þegar ég er búin í skólanum þá fyrir ég á þetta skip sem heitir Keflavík. Þegar það kemur nýlegt til Íslands 1982-1983, eins og stendur með bókunum. Og ég var þarna til að bjarga útgerðinni eins og í eina viku sem kokkur. Hásetti sem fastar, leysti strax af sem básmaður og svo var ég annar stýrimaður og það sem kallaði þá fyrsti stýrimaður en var svo upphækkað upp í yfirstýrimann og ég sagði að það hefði gjaldfellt sjóferðabókina mína. Því að sjóferðabókin mín stendur svo mikið sem fyrsti stýrimaður að þegar stéttarfélagið vildi fá hækkun yfir sem síbókus eða yfirstýrimaður.
Og ég var hjá út þessari uppgerð í 6 ár. Og ég seti þarna eina mynd á okkur, eina skipti sem ég man eftir, ég vildi fá mynd af mér í embætti, ég þannig í lópabyssunni. Því þá voru 3 konur í Rússlandi að ganga frá skipspatterjónum. Yfir talíkonan, hvað hafði farið mikið að síldartönnum í land, og svo agentinn sem var þarna í fínfjótunum með búna. Svo var ég þetta að mæta henni á dekki og það eins og þetta á vinnuskóm, og ekki með hjálm og ekki sjálflýsandi fötum eins og við erum hafa núna. Þetta myndi ekki þykja góð sjófarskeita. Við sigldum í það og meðal annars þá var Lissabon svona heimahöfn hjá okkur þar sem við máum losa saltfisk og þar hefði við mjög oft svona þekktu vissa konur hérna í þessum bæ og þessum stað og þessum höfnin okkar var sunnanmegin á hana og þessi svona miðbærinn hinum megin fljótið að þá áttu við og ég líka svona atkvarf þegar maður fór yfir verslunarleiðangur og skrap maður hann inn á bærin og geymdi dótið sitt þarna og ég kynntist þarna mörgum stúlkum og suma þeirra voru kannski svona að fá sér smá aukapenni og ég hafði það af að vera að rænda á svona bar eða öðrum bar. Það þótti nú ekki leiðilegt enga að vera rænda á mellibarnum. En að sama skapi þá var þetta yndislega stelpur líka og þær fóru með mér í lögregluna að láta vita en að ég var ekkert fyrir stórum fjárhagslegu tjóni. Svo var það með þessu útgerð í Finnboga, ég hef búin að vera hérna í 6 ár og það var búið að ganga mjög vel. En því miður þá kom svona los á útgerðina. Það var erfitt á launin, ég fekk alltaf mér laun útborguð, ég tók bara út í gjaldeyrir. En það fór svona trosna út með áhuguna. Það var erfitt að fá góða stráka á dekkið, vexturinn hurfu og þannig að ég var einhvern tíma að rífast útgerðum og sagði Finnbogi, eða þegar lagast ekki hérna bara þá er ég bara hægt. Og þá sagði hann, það er gott Fanny mín, þá þarf ég ekki að segja þér upp. Þá vissi ég að það var ekki langt eftir, þannig að ég fór og svissaði og fór til Nesskips. Þá þurfti ég að fara aftur sem annar stýrumær, ekki sem yfirstýrumær. Og ég fór á þetta skip sem þá var stærsta skip Íslendinga, 120 metra langt og við vorum í frakt svona upp á vötnin og Norður-Noregi, Spán og Neyðibræð. Það var mér örlega ríkt. Þetta var svolítið öðruvísi útgerð. Þú veist, þar komu launin á réttum tíma, þú fikk launaseðlinn að senda. En ef ég ætla að fá fyrir frí eða í borð eftir mínum höndum, það var það sem passaði útgerðinu. Og einhvern tíman að þá var ég búin að vera 8 mánuð á sjó og ég vildi fara í frí og fór. Þá var það styðsti túrist sem skipið hafði farið, 2 vikur og ég ætti að fara um borð aftur og ég sagði bara nei, ég ætla að vera frí aðeins lengur. Þá var þetta bara að vera í allt sumar. Það var aldrei því að ég eignast barnskipstjóra út í fríið. En við vorum búin að fara víða og suðið fyrir miðbæ og þá fékk ég svona skiltin það ég hafði verið skýrð. Fara til suðið fyrir miðbæ eða yfir miðbæ og það var nú ekki alltaf mjög þrifalegt svona þessi jobb fyrir að skoða tank og annað með slíku. En þegar ég kom í land 35 ára búin að starfa til sjós í 15 ár sem undir og yfirmaður og allt á milli, þá fékk ég svona smá krasslendingu. Og það er ekki bara fyrir að kvenna heldur bara sjómenn almennt. Leitaði vinnu, hvað getur þú gert? Og það var ekkert létt hjá mér að fá vinnu. Sko bara, sagði einhverjum maður vinnu, hvað getur þú gert? Ég sagði mér, ég get þetta að þarpa. Já, sjómenn, þeir vilja ekkert vera að vinna. Ég sótti vinnu í Hafrannsóknastofnun og ég átti nú af öðrum ástæðum eftir að vinna þar í ansi mörg ár. En þegar ég sótti og talaði ráðningarstjórinn og sagðist vera stýrimaður með þessu menntun, enga þörf fyrir svoleiðis fólkinu. Og ég kom svo öðrum megin inn hjá Hafró og átti góðsamskipti mann í mörg ár. Og besta við Hafrannsóknastofnun sömu leyti að þeir voru mjög sveigjanlegir við mig. Það var gott að vera þarna, það var illa borgað eins og allt hjá ríkinu,
En þegar ég fekk þá hugmynd að fara með vinum mínum til Panama og sækja þennan bát heim, það var alveg sjálfsagt að hafa með launalausu leyfi á meðan. Og við sigldum þessum bát frá Panama og heim og ég tók mynd hérna af þessu. Þetta sjóbúningur þeirra á ferskvatnstankinum. Báturinn var búinn að vera þarna í 2 ár. Og ég sagði að það var lokið tímt þar sem að setja ferskvatni niður og ég báði að sjóbúa þetta. Þeir fóru og settu 2-faldan húsalumínpappír yfir og spotta. Þeir voru búin að vera í logni í 2 ár. En Rakin og Anna sem hérna hafa fólk hræðilega með báta. Við rafgóðst á svona á leiðinni í Flórítasundinu. Það voru kúbverskir flóttamenn sem voru á reki þar. Og það svona einn erfiðasta upplifun sem ég verið til sjós, það að hlusta á það sem gekk á í talstöðum þá. Við vorum heppin, við sáum bara bát með karlmönnum á lífi. En það voru hérna aðri bátar og Reykjaldur sem hefði bundist foreldra sína og öfugt. Það var svona, Ég fekk leyfi hjá Hafrannsóknum til að vera 1 ár sem stýrimaður rannsóknarskipinu í Namibíu. Og þarna Quito sem var með hásetti og ég hugsa hafi nú verið hennar vegna sem ég fikk jobbi. Því að Þróunarsamvinnustofnunin vildi svona gjarnan styrkja við kvennimynd þarna í Afríku. Og meðal annars, þetta var mjög skemmtilegt verkefni. Eitt annað að þá vorum við að fara með vistir, þetta loftmynd af þessar eyju sem ég tók ekki. Ég tók aftur móti þessa mynd. Þetta ekki snjór, þetta gúana. Þeir safna saman gúana og þetta mjög góður áburður. Og hérna í þessu, þá ég á gúmmíbát, fara í land með og vera í samband við krabbarannsóknir líka. Og þessi fjallmyndalegi karlmaður þetta frakki sem var búinn að búa þarna á eyjunni einn í 5 ár. Og hans stjórn, hann var bjóð í þessum kofa þarna, bara mótorsamband. Hann var að vernda þessa mörgæsins gagnvart seli. Og meginlega við seli, hann var svo mikið að seli, hann var alltaf að drepa með Cape og þetta var vinnaðastan. Og hann var bara þessi fræði myndalegur og óvitlaus og skemmtilegur þegar hann hitti fólk og alls ekki félagsfæð. Því hann hoppaði borð áður í koma að landi til að koma strax borð til að fara og tala við mann og svona. En hann bjóði í einn allt til að bjarga þessu mörgæs. Og þetta svona af svæðinu hann líka. Ég var að segja að eina skipti sem ég hef komist í að vera skipstjórn í Fjórastrýpur. Það var hérna búið Lagafljóti. Guðbjartur, hvað hátt yfir sjó? Hvað yfir 100 metra? 100 metra yfir sjó. Og það var mjög skemmtilegt. Og dýptarmælinn virkaði vel. Svona við flesta krakka vorum að segja að þarna væri ormur. Við segjum hann í horninu. En það komu nú krakkar sem voru niður að þorparna fyrir neðan og áttu sjómenn fyrir pappa og segi þetta nú bara dýptarmæli góða. Þetta virkar bara fyrir Reykjavíkurbörnin. Og Bjarna Sæm, þar ég var stundum það, ég fór mest sem rannsóknarmaður, einstaklingur stýrimaður, að þetta svona upplifelse sem við lendum í mars 2011 og fengum svona smá vísingu. Ég var oft hjá Hafrannsóknum í hrefnuveiðum og á hinum af þessum bátum, þar var ég rannsóknarmaður eða leiðangurstjóri bara eftir og vera á hvalveiðum, það eitthvað skemmtilegt sem ég hefur að það að skoða, leita og stundum þetta hrefna, hérna aftur sporður að hnúfubak. Þá erum við eldast við þá til að ná þessu fingrafæri á sporðum, til að þekkja á sundu. Þetta var svona mjög skemmtilegt oft á tíu. En það var aftur ekki alltaf að ég geðskilt að vinna vísindastörfinu á eftir. Þessi magi var ekki mjög merktur, þannig hann líkti ekki mjög illa. En það ekkert skemmtilegt að það mjög þrifælt að taka sína að magan og vikta kílóuna þessu. Og ég eiginlega var nú svolítið neyksla á sjálfur mér þegar ég var að skrifa þetta merkja allt sínin, allt í einhverja dagsetning, 10. ágúst 56, ég 50 í dag. Ég var krafin í þörmum á hrefnum. Það var svona misskemmtilegt. En oft þessi störf hjá Hafrannsókn, stundum við á stórum skipum og stundum á minni. Og
ég tók hérna mest yktu myndirnar. Þetta er á Netarali fyrir norðan. Það var ekki kojuplássfólkur öll. Og það sem ég segja sé rauðnagaðferðin. Það er að liggja svona læstri hliðarlegu og til að tolla þá lyfti bara upp bollum þannig að ég var ber á plastinu og svitnaði maður fljótlega og sett först. Til að tolla á bekknum. En þessi bátur var reynda mjög þrifalegur fyrir Grímseyingum þannig að það var hægt að borða gólfinni á kokkjum. Það var svo þrifalegur. En skrifstofaplássið var þarna 4 bótum. Og Grímseyingarnir sögðu fljótlega að þarna farið í tilbeiðsluna. Virkatalvan virkar hún ekki. Og þeir byrjast á 4 bótum. Og svo skrifstofast hann bara í messunum, en það var oft ágætt líka. Núna er ég komin til Eimskip, ég komin aftur hringið þangað og nú er ég annars stýrimaður á Goðafossi. Og mér leiðist ekkert að sigla, mér finnst það gaman. Maður er burtu ákveðinn tíma og svo er maður í góðu frí á milli. Og maður sér ýmislegt annars staðar í heiminum, aðra hlið heldur flestir túristar. Og ég tók mynd af þessu frá Hamborg. Við erum ofta að tala hvað við séum hreint land. Þetta eru hreinsitankar fyrir skorpuhjörðum. Þegar ég hefði búið að hreinsa þetta í gegn af öllum efnum, þá er þetta bara notað í bjórframleiðslu. Það er það hreint. Þú veist, erban er orðið nokkur hrein frá þessu allavega. En skipin þau eru kannski ekki alveg jafndreifaleg, en þetta er frá borginni sjálf. Og hérna er svona þessi kranavinnuhöfn og trafikkinn. Þessi skip sem við erum að mæta, þeir eru að vera ansi stór. Og ég hugsaði oft þetta þegar ég fyrir Laugardalslaugina, hún er 50 metra. Þessi stærstu skámagskip eru orðin breiðari en það. 300-400 metra löng. Þessa mynd tók ég í sumar þegar við vorum að sigla út í Danmörku frá Goðafossi. Við siglum það nálægt landi að morgunsóli við varpa skugga, þetta er skugginn að krananum á skipinu. En við erum hátt uppi og hérna eftir þetta mynd og Kílaskurði. Það er þröng leið og Þjóðverjarnir gera nú grín að því þeir eru að stækka slússurnar, það er þessi skip bara inn og út í skurðinum. Þeir ætla að taka held ég 6 árið það. En þeir voru 6 ár að byggja skurðin öllu fyrir 100 árum síðan. Það var svona meira reglugerði núna. Og þessum tók ég niður af húsi þessi lóðsinn er úr brúnni hjá mér. Hérna er trafikkinn svona í Kílaskurðum. Það fara 100 skip lágmark á dag, það í gegn. Mismunandi stór, svona þegar mismunandi mikið. Og þessi stýritakna þessu nýju skipum er góð. Meðal annars þarna erum að fara inn í slipp og það er hálfu meter syngur megin inn í slippnum. Það er það þröngt. Og þetta er gámahöfnin í Aarhus. Það er kílómetri sem maður þarf að labba árum að kemst inn í menninguna á hafnarsvæðinu. Hérna er þetta ekki alveg rétt röð, þetta er í Hamborg. Nei, ég líka sér þetta. Jú, þetta er Hamborg. Þetta er Boeing-verksmiðjurnar, flugvélaverksmiðjurnar og þeir eru rætt í trolli hérna. Og þetta er hins vegar leiðilegasti vinnustaður í heimi finnst mér, það er bara Grundartanga. Þetta er svona lítið skip sem er þar, en það var mín vinna, þá stend ég brú, ég er ekkert farin á bryggju, ég stend með sjónunga, þetta er reyna að lesa þegar skarpast tölur á gámanum. Þið eru búin að sjá þetta, finna þetta í tölvunni hjá mér og sitja á sinn stað þar sem neila staður. Og þetta þarf maður að hanga við í kannski 6 tíma. Og það er ekkert skemmtilegt. En svona aftur á móti getur maður lendið ýmsu öðru sem er skemmtilegt. Hérna er einn af þessu nýju Kínverjum og Kínverjur eru þeir sem eru stærstar á höfunum núna. Þeir eru stærri blokkir. Það er eitt allavega sem þeir eru svona fatta og hollendingarnir gera svolítið grínað. Þeir voru alltaf að stakka olíuskipin og olíuskipin þannig komast ekki inn í hafnirnar. Og þeir eru að stakka þessi núna alveg út í 1 og þeir eru orðið svona með takmarkaða stjórntækni til þess að gå upp í öllu Norðursjóna. Þeir verða bara að vera á þetta slóinu. En þetta eru reyndar svona flest skip sem er að sigla frá Asíu til Evrópu. Og þetta eru myndalegi kassar. Ég er ekki á svona stóru skipi, Goðafoss er ekki svona stór.
Þetta við Bryggjukaian í Hamburg, þar sem við siglum inn á. Þetta farþegaskipið núna. Þetta ekkert fallegt, þetta. En það eru sundlaugar og flugvélar, þyrlupallar og allt þarna. Bara getur verið búið þarna. Svo hefur maður segið útsýn á Reyðarfirði og fyrir austan. Geistrahöfn. Sýnist það. Hins vegar fannst mér gaman að því þegar við komum að strandmenningu og slíku að ég tók árabátar í Færeyjum út allar eigið kringum Færeyjar, allar helgar, það eru árabátakeppnir. Þeir halda við gömlu bátunum sínum, þeir búa til nýja og krakkarnir eins og þarna, þau eru bara á þessu sjálfa að róa. Þau keppa í 6-æringum, 4-æringum, 10-æringum, nefndu það, blöndukinn, unglingarkinn. Það er bara að fara út allt og það eru gömlu trébátarnir sem halda við. Og áður fyrr þá var maður mest illa við þetta kom bara út á tókunum, maður sá þau ekki. En ég er alveg viss að sá sem stýrir, formaðurinn þarna, hann er með okkur ábyggil inn í símónu sínum. Þau þurfa hægt að róa fyrir okkur. Það var svolítið það fyrir 20 ára síðan og að sigla í Færeyjum þá allt bara byrtist eitt svona beint fyrir manna, hvernig á ég að koma ekki að lengi fyrir þessu En þau forðast okkur núna, þannig ég heldur hafa farið í þá tækni. En þetta er mikil menning í Færeyjum. Og þarna er einn frændi minn við nýsmíði sem var á bryggjunni átt að flytja yfir á Suðurey. 3 bátar. Þannig að þeir eru mjög stoltir af sinni menningu. Svo ég ekki að hafa það lengur í bílið. Í búið. Einhver spurningar? Já, vel. Við langar að spyrja, hvaða ástæða heldur að þið fyrir þessum stærri fögnir, Þeir fóru ekki á Eimskip? Já, þetta fyrsta. Ekki þess að fórsetja því margir að þið... Nei, þetta var líklega borga en það var mjög mikil samhengingu á Eimskip og það var mjög ríkheft. Þar uppi það var yfirmannamessi, ternur og ég gæti ternur þannig þessum bjóðu rúmum mitt á mótana þegar borgborn. Þetta var mjög svona fasthaldir, ásettum inn aðstæðauðu, yfirmenni gengu inn hínum einn og ávartar ekki skipstjóran með brú að fyrra bræði. En hins vegar þá sem lagði ég aftur á móti, þegar var að koma æla og svo annað, stýra skipinu, gefa rétt að skipana, hlusta, endurtaka, þetta var svona danska hefðin. Það var svona ástæðan fyrir því, það hafði ekki verið hásittan að stelpa, þannig þetta var bara þess vegna. En þegar ég var komin borð og það var ekki aldurskipt, þegar ég voru mótorferðir ekki langt í borð. Ég var mjög velkomin þegar ég var komin borð. Jæja, áfengur. Fyrir þetta skemmtilega erindi. Þá var hugmyndin að hafa pallborðsumræður. Þar sem að Inga Fanney, Sigurbjörg, Dr. Margrét, ég og fulltrúi hér á Þorpara sem væntanlega Þórður Guðmundsson. Út með veski. Umræðurnar voru sem sé hugsaðar til þess að spá aðeins í framtíðina varðandi þurrjarbúð og málum með tengt henni. Gjörðu svo vel. Viltu kannski byrja eða hefur að leiða tóta að byrja hjá þessum? Við þannig staðið sem við vorum með það að þetta máltingi er svona uppfæða því að gera eitthvað meira þá hýstum við styrlið á því. Og þá var þessi hugmyndum sjókonu sér og samsveitsum. Því að þurrjarbúð er búin að vera frá því mjög mikið vandamál hérna fyrir félagsefni síðan 20 ára. Það er engin starfsmaður sem það er engin pening til að sinna
sýningu, það var einhverjum sýningu. Þannig að okkar hugmyndir að gera eitthvað svona aðeins meiri, þannig að starfsefni kringverður sem bæri inn að manneskjum og það var þetta að sýna henni fulla sól þessari sögu. Það var svona okkar hugmynd þegar við fórum á staðinn. Ég sér sýningu myndarna frá Færeyjum og þeir hafa mjög ríka hefð og vinnslu og mikið í samband við skólana, sjómannaskóla, unglingaskólan. Það er partur af þeirra krakkarnir smíði, það er að smíða bát. Þeir eru með sjómannaskóla. Og það er að höndla bát, ég hefði breynast færingur haft það. Vísu verð ég vitum, það er náttúrulega, ég veit að segja það róbot hérna. Það er bara ekki mjög góðu verið að hleypa krökkum í það. En á sama tíma þá erum við að sjá brimbrekkar í alveg einn hörpusjó og þessi strandmenningar við eigum það ríka fjöri hérna hluta að það verður slíkt og það er hérna frá Páli Ísólfssoni, hann þekkti ekki, þessi barn var bróður hans Sigur Ísólfsson. Hann var vinpappa og pappa var einhvern neyslast á sem við lögum til fjall og reiknið í fjallangröð og alla fulla fjöru á þessu yndislega krekling að þú stundum að borða það. Sigur sagði þá, maður að tala okkur það. Þetta var þegar að kynna krekling borðaði fólk þetta og það væri ekki tala þetta fótrakana aftur. En það var kannski meiri heldur því eftir en alveg það er áður. Ég vil bara endurtaka það sem ég sagði áðan hér. Ég skoraði okkur að gera miklu meira með höfu og nota þess að sögu þessa þennan þátt íslenska sögu og menningar, það er sjósókn þennan og ef við gerum þetta stærra en við setjum nógu stórt, þá er það alltaf auðveldra að kynna það stórt. Aldrei þessu smátt. Þannig að það væri örugglega hægt að búa til og fá norræna penningar til að búa til eitthvað hér, varðandi norræna sjókun. I just want, as a foreigner here, I just want to say that part of the research I've done, I've looked at sea women around the world and the research that's been done on it and what's been put forward. In Scotland, they have some heritage centres, but that's women on shore. They have all these things on women on shore. In Australia, they talk about, they have a lot on fly women who do not go to sea. Some in Norway and Sweden, some Scandinavian countries. There's been a lot of historical stuff there, and some more recently, but it's very small. In the Pacific Northwest, our homeland, we have a fairly large number comparatively of sea women, but there's nothing about them just the same as here. What I would say is something like this, I agree, thinking big, because, I mean, the funding I got from my research was National Geographic. They're really interesting. They want me to apply for a grant again to do more research. It couldn't fund this kind of thing, but it means that, for instance, friends who work with the Nordic Council, things like that, there is, I'm sure, because this would be something completely unique in the world. It's a big deal. Nobody has done anything like this. In your research, the place where Thuriabud is, in your research, the place where Thuriabud is that the original? Did you find that out? Where it's located today? No, I don't think so. It is near just... It's right in the middle of, bara hinum megin vegi. Nær sjóklarinn, það voru þetta sjóklarinn búin að vera sjóklarinn. Þetta er bara svona tilgáttu, sko, þetta er ekki alveg, þetta er ekki alveg.
find anything out about that in your research? Me? Yeah. If it was in the original place? Yeah. No, I didn't look for it to be truthful. I mean, but there is, Tony knows much better than me. But I think the people here know the sparks appear to me, but I mean, what's so wonderful about it is that you do have, you know where her farms were. I think you know even where she was probably buried. You know where Mori, the child, you know where he died. And the ditch is still there. This is amazing. You could have walking tours of her life. You know where she pulled up her boat. A gentleman was just talking to us yesterday about where she fermented the skate. You've got it. And the landscape is still here. It hasn't been destroyed. That's amazing. Ég held að þið hafið sko með öllu því rannsóknum að gera. Til þá það sérstaklega sterkt vopn í höndum til þess að koma svona hlutum. En hugsið þetta nógu sko út yfir allt hann að verða. Ég þetta bara í huga að þetta með á Íslandi fræðasetur. Og þess að hvert fyrir sig að búa til einhver setur sem til án því sem setta í því byggðalagi. Og ég get ekki séð annað en þetta væri alveg kjörið til þess að sækja að komast inn í þetta kerfi sem að ég held að háskólinn og einhverju stefni aðeins séu kannski ekki búin að kanna þetta, ég veit það ekki. En þetta er alveg einn af þeim vatnum sem að skipta móta. Ég kann kannski bara frá sveitarfélaginu og verða ekki þessi styrki frá með 2012 þá fengið tæplega 2 milljónir í styrki sem að allir eru skilindi þannig að sveitarfélaginu þarf að leggja fram sömu upphæð móti þannig að það var bara rétt tæplega 4 milljónir í endurgreiðslu og lega varandi endurbyggingu fyrir að búa. En þetta er þannig að betur máli bjóða skap og þetta er partur af byggðasafninu sem náttúr er síðan í eigu allra sveitarfélagi Árnessýslu þannig að ferlið verður oft mjög flókið en ég bara fagna þessum gríðarlega áhuga sem hefur bara sprottið núna undanfarið í kringum fyrir formann. Ég held að allir krakkar á svæðinu og hafa frá upphafi vitað margt og mikið umfylgni, hún er stór partur af þessu samfélagi þannig að ég fagna þessu mjög og ánum þetta grasrótarstarf og ég held að það er einmitt gerast hlutinni og vissulega þurfum við opinberir aðilar að vera með en það vinnst best með þessum hætti, myndi ég segja. Einhvað veit að láta þetta vera loka á orðinni? Nei, augnablik. Ég finnst þetta mjög skemmtilegt að líta til þess að þetta er að fara á stað og komið þar á veg og ég held að við megum þakka amerísku konunni mikið fyrir hvað hún hefur gert í þessu. Ég man vel eftir því þegar að Þuríðarbúð var opnuð og það er einn hlutur sem að ég sakna það í sambandi við Þuríðarbúð að ég man eftir því að ég var bara svona krakki að það var til fæði minn átti blað sem var lengur í skúfu hjá hann, löngu gladaruna. Á því var dragur sem var ortur þegar að Þuríðarbúð var opnuð. Ég veit ekki eftir hvernig hann er. Ég veit á þessum árum að þá var heilmikið leiklistarlíf hérna og gerðir heimatilbúnir leikþættir. Og eina sem ég man úr þessum brag að það var, og í Mænás var slegin að mikilli list, nafnslegin drumbur frá Rínum. Það var, Mænásinn hafði verið sjóreikinn drumbur, rekaviður og Katrín í Bjarnahúsi átti rekan. Hún hafði lagt til Mænásinn. Já. Og það væri gaman ef það verið að hafa upp á þessu kvæði.
Ég held líklegt að þetta geti verið eftir Stefán Sjónarhól eða Björgvin og Jæri. Takk fyrir þetta. Nú Tóti komin strax með nýtt verkefni, sinnsver. En ef það ekki fleiri sem vilja taka til máls, þá myndi ég bara vilja þakka öllum sem komu hérna bæða undirbúningu og framkvæmd þessa málþings. Ég held að þokkarana hafa ýmislegt úr að mora næsta vetur, því að stemningin er búin að vera svo skemmtileg hérna í þessu unga félagi að ég á vonum að það verður bara fullt af verkefnum sem spretta upp úr þessu hérna í framtíð. En áður við förum heim, þá er eitt atriði eftir í dag. Nú ætla ég að bjóða ykkur rönd félagsins út í Þurjabú til að afhjúpa skilti sem bæjarfélagi hefur staðið að undirbúa og endurnýja fyrir okkur. Það eru smávægilegar veitingar þar líka og síðast en ekki síst, þá er menningarveislan hérna á Stokkseyri ekki alveg búin. Hún heldur áfram á morgun. Það er nefnilega annar frægt barn Stokkseyringa sem hún er að nefna hérna áðan, sem heitir Páll Ísásson. Hans fæðingardagur er 12. október og það verður minningartónleikar, tónleikar í minningu hans á morgun, klukkan 5 í Orgelsmiðjunni, eða þau byrja í Orgelsmiðjunni og halda svo eftir hlið áfram í kirkjunni. Það verður Douglas Bracci, orgelleikari og Hugi Jónsson, bariton, söngvari sem flytja það verk. Þannig bara öllum búið velkomin og aðgangur ókeypis og þetta er líka líður í menningardagskrá eða menningarmánuð október á Torg og svo eitt í viðbót. Það var allt svo skemmtilegt, það verður næstu helgi líka einn dagskráliður sem ég hef svona aðeins komið að sem heitir Sunnlenski kvikmyndadagar í Selfossbíó og það er nefnilega út af því hún Sibba var að fjalla vita og þennan áhuga. Það verður sýnd ein mynd sem var tekin upp í Vestmannaeyjum, það heitir Methafinn, heimsmethafi í vitanum. Þetta er síðasta vitavörð í Vestmannaeyjum, svo er renda líka mynd sem er ekki alveg tilbúin Sigurðinn á Böggstöðum en það verður ekki sýnt núna. Það er ýmislegt svona framöndan sem er skemmtilegt og vonandi getur nýtt ykkur eitthvað af því. En ég slít málþingi hér með formlega þakka ykkur fyrir komuna öllum sem tóku þátt fyrir sitt framlag og er að bara bjóða ykkur núna að koma með okkur yfir Þurjabú. Takk fyrir það.